kvöld. Það rauðaborðið sem tekið hér við af fréttum á Samstöðinni. Ég heiti María Lilja og ætla hér á samstarfsfélögum mínum og góðum gestum að halda uppi góðri dagskrá í kvöld. Hér loka kvöldinu þeir Gunnar Smári og Sigurjón Árni Eyjólfsson sem er tvöfaldur doktor í guðfræði en hann lauk nýverið meistaranámi í listfræði og skrifaði þar abstrakt málverkið á 20. öld meðal annars út frá helgimyndum. Katla og máttur þeirra miklu eldstöðar koma hér við sögu en Þórir Kjartansson ljósmyndari hefur myndað svæðið, hann býr sjálfur í Vík og birt núna undanfarið myndbönd með ýmsum fróðleik. Hann ræðir Kötlu við Björn Þorláksson. Sigríður Eir Sófóníasdóttir og Vala Höskuldsdóttir segja Gunnari Smára frá leikriti sem þær hafa samið og sett upp sig sjálfar. Þar kennir ýmissa grasa, þar kemur við hljómsveitin þeirra, æskan, bugun og umsókn styrk og margt fleira. Herdís Anna Jónsdóttir, víóluleikari og Magnea Tómasdóttir söngkona og tónlistakennari ræða þau kraftaverk sem tónlist hefur á mannsheilan hér við Björn Þorláksson. En hér eftir stuttar auglýsingar ræði ég, María Lilja, við Margréti Valdemarsdóttur sem er doktor í afbragðafræðum og dósent í félagsfræði við Háskóla Íslands, meðal annars rannsóknarverkefni hennar á hatursofbeldi ungs fólks í Reykjavík og málmálana í dag sem afsögn lögreglustjóra. Þannig að doki við það meira hér handan við stuttar auglýsingar. Alþýðufélagið er eigandi Samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að Samstöðinni. Samstöðin.is. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Já, komið sæl eftir og velkomin að rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér Margréti Valdemarsdóttir, doktor í afbragðafræðum og dósent í félagsfræði við Háskóla Íslands. Vertu velkomin. Takk. Þú ert hér svona fyrst og fremst til þess að ræða rannsóknarverkefni á hatursofbeldi ungmenna í Reykjavík og birtingu þessar rannsóknar í stóru riti í dag. Já. En ég verð samt eiginlega að fá að spyrja þig svona áður en að við byrjum á þeirri yfirferð svona út í málana í dag og það afsögn ríkislögreglustjóra. Þú væntanlega fylgst vel með og þú ert unnið mikið og svona með lögreglunni. Eru þetta rétt viðbrögð að þínum að þið? Já, ætli það ekki. Þetta svona að minnstakosti það sem að ég held að landsmenn almennt vilji og hafi átt vona og verið að kalla eftir. Á því leitinu þetta rétt viðbrögð, sko. Og þannig að alla málavexti í þessu máli hef ég bara ekki á tæru, þannig að ég veit ekki hvaða brot að ræða en bara óháð því öllu. Það auðvitað bara eins og fólk gerir sér alveg grein fyrir að það auðvitað mjög mikilvægt að ríkisstofnanir fari vel með almannafé og það sé svona við getum treyst því að það séu vel reknar að við séum að borga skatta í eitthvað sem er bara að því sé sýnd virðing að það sé fari vel með peningan okkar. Og svo auðvitað þetta þessi stofnun, það að segja lögreglan og traust til lögreglunar skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli. Bara fólk
telji það vera þess virði að leita til hennar þegar eitthvað bjátar á. Þannig að því leitunu til held ég að þessi ákvörðun hafi bara, ég átti nú ekki vona á henni svona þér að segja, til að allavega ekki svona fyrst þegar þetta mál kom fram. Þá ég held þetta myndi eins og maður sér ofta, svona kemur eitthvað mál og verður mikil umfjöllun í svona 1, 2, 3 daga kannski og svo bara líður það einhvern veginn framhjá en þetta, já, þannig í upphafi átti ég nú ekki vona á þessari ákvörðun en hún þarna tekin og hún var nú ekki að fá neitt stuðning heldur þannig að þetta kemur ekki á óvart. Það var enginn að stíga fram og svona tala hennar máli. Nei, og dómsmálaráðherra hafði talað með svolítið afgerandi hætti, fannst manni svona miðað við hversu skammt á veg rannsókn þessa máls var komin, þá var dómsmálaráðherra, hún svona einhvern veginn svona gekk fram fyrir skjöldu og svona talaði alvarleika og ábyrgð og þar fram til götunum. Já. Og Sigríður Björk gerir sér alveg grein fyrir því að hvað þetta mikilvægt embætti og þetta mikilvægt stofnun, lögreglan þarf að segja og að það gangi ekki alveg upp að hún sé þarna fremst í flokki en þá eftir að þetta kemur upp. Já, og auðvitað, svona ýmis önnur álitamál sem hafa komið kannski upp á hennar starfsferli innan lögreglunar. En sérðu fyrir þér hver geti verið hennar eftirmaður? Nei, það gerir ég ekki. Nei. En hún, samkvæmt fréttum í dag þá hún ráðin til svona sem ráðgjafi við dómsmálaráðuneytið. Hún auðvitað með svona ákveðna sérhæfingu í kynferðisbrotamálum. Þannig að þetta, virðist hafa verið svona nokkuð góð lending bara. Já, svo var ég samt bara á leiðinni hingað áðan og var að hlusta á Reykjavík síðdeis þar sem fólk var að hringja inn og þú veist eins og þú hefur vantarlega heyrt líka bara, það ekki fólki, það alveg einhver hluti að almenningi sem að finnst þetta svona ekki vera góð lending að hún sé að fara bara í eitthvað annað starf en hún þetta bara með 5 ára samning og það auðvitað hún hefur alveg gríðarlega reynslu úr talanum þessu málaflokki og hún getur orðið að gagni. Það væri skynsamlegast auðvitað að nýta hennar reynslu áfram. Já, ég held að ég sé bara samlega því. En svo kannski aðalástæðinni fyrir því að þú ert og það að tala þessa rannsókn. Hvað varstu að skoða nákvæmlega? Já, þetta rannsóknargrein sem birtist bara í dag í alþjóðlegu vísindatímariti og það sem ég að skoða reynslu ungmenna af höfuðborgarsvæðinu öllu af hatursofbeldi eða svona það sem kallað á ensku hate crime victimization. Það að segja hvort að ungt fólk hafi orðið fyrir hótunum ofbeldi eða ofbeldi vegna minnihlutastöðu sinnar, vegna kynþáttar, vegna trúar, vegna uppruna, vegna kynhneigðar, kynvitundar eða þátta sem að það hefur enga stjórn á minnihlutastöðu sem sagt. Og það sem og þetta hefur í raun og veru ekkert verið skoða á Íslandi áður og það sem mig langaði að skoða var í raun og veru tvennt. Í fyrsta lagi hvort að ungir innflytjendur á Íslandi og ég þarna með aldurshópin 13 til 17 ára undir hvort að ungir innflytjendur bæði fyrsta kynslóð, þau sem hafa flutt til Íslands og ekki fætt hér og eiga erlenda foreldra, eða minnst að kosti eitt erlend foreldri, og svo þau sem eru fætt hérna en eiga erlenda foreldra, önnur kynslóð, hvort að þau séu líklari en börn ekki með neitt erlendan bakgrunn til þess að verða fyrir svona einhvers konar hatursbroti og svo langaði mig líka að skoða hvort að svona samsetning krakkana í bekknum skipti máli. Af því að það eru svona kenningar í félagsfræði og afbrotafræði það að mikil fjölgun af einhverjum ákveðnum minnihlutahópi að ýti undir svona upplifaða ógn hjá
meiri hlutahópnum, þar að segja þeim sem fyrir eru og þeir svona meiri hlutahópnum í samfélagi, að fólk upplifi svona að það sé ykkur mögulega hætta á sko að stöðu þeirra í samfélaginu sé ykkur neginn hætta á henni, að henni sé ógnað, menningin og svona efnahagslega hefur áhyggjur af sinni efnahagsstöðu og að vegna þessara svona upplega ógnar að þá já, svona hún birtist aðalega í andúð gagnvart minnihlutahópnum sem meðal annars veldur því að þessi minnihlutahópur verður fyrir hatursofbeldi. En svo eru aðrar kenningar sem að fjalla það að því stærri sem minnihlutahópurinn til dæmis innan einhverja svona einingar eins og skólabekkjar að því minna ætti að vera svona hatursofbeldi vegna þess að í þeim kenningum gert ráð fyrir að fordómar og andúð gagnvart minnihlutahópum stafi fyrst og fremst af bara fáfræði og að fólk hafi bara ekki reynslu af því að umgangast fjölbreyttan hópa fólki að fólk einhvern veginn kaupi staðalmyndirnar sem eru til staðar í samfélaginu á ákveðna minnihlutahópa, til dæmis fólk frá ákveðnu löndum, fólk sem ákveðnar trúar og að leið og það hafi tækifæri til þess að umgangast svona alls konar fólk og umgangast ólíka hópa og kynnast fólki að það drægi úr andúðinni og þannig að mig langaði svona því að þarna eru tvær kenningar sem að í raun og veru spá eða búast við ólíkum áhrifum af svona samsetningunni innan skólabekkjar. Þannig að mig langaði líka að skoða það. Og já. Hvers varstu vísari? Þú skoðar hvað 3000? Já, ég tók bara, þessi rannsókn gerð með bestu aðferðafræðinni. Það að segja, ég tók tilviljunar úrtak úr þýði allra ungmenna á þessum aldri, tilviljunar úrtak bekkjar. Ég var með lista yfir alla bekki og öll skólabörn, 13-17 ára, þetta eru sérst 8., 9. og 10. bekkur í öllum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og fyrsta árið í framhaldsskóla, 17 ára krakkarnir og á 17. ári. Og það sem mína niðurstöður sína svo sem það sé átti von á að fyrsta kynslóð innflytjenda mun líklegri heldur en innfædd ungmenni til að hafa orðið fyrir einhvers konar hatursofbeldi og önnur kynslóð það líka. Og bara ef við berum saman fyrstu kynslóð við innfædd börn að fyrsta kynslóð 4 sinnum líklegri til að hafa orðið fyrir einhvers konar hatursofbeldi á síðustu 12 mánuðum. Þannig ég bara að skoða nýlega reynslu sem þau hafa orðið fyrir. Og þessi niðurstaða sko að því að einhver gæti spurt, nú eru innflytjandi minnihlutastaða og þannig að það svo sem kannski svona self-explanatory eða gæti sagt sér sjálft að innflytjendur væru líklegir til að verða fyrir hatursofbeldi en ég sé að til dæmis krakkarnir á þessum aldri sem að hafa ekki erlenda bakgrunn, þau verða alveg fyrir svona vegna þá kynhneigðar, kynvitundar eða fötlunar og en þarna fyrsta kynslóð, önnur kynslóð töluvert líklegri en innfæddu krakkarnir en svo það sem ég finnst svo merkileg niðurstaða þessi samsetning í bekknum og þá komst ég að því að sko fjölbreytileiki eða hlutfall innflytjenda krakka með erlenda bakgrunn í skólabekk hún hefur engin áhrif á hvort að líkur á því að einstaka nemandi verði fyrir hatursofbeldi en að krakkar af fyrstu kynslóð, þau sem ekki fædd á Íslandi, þau sem í bekk með fáum öðrum innflytjendum eru miklu líklegri til að verða fyrir hatursofbeldi heldur en fyrstu kynslóðar ungir innflytjendur í bekk með mörgum öðrum. Þannig að það eitthvað við það að vera nýr innflytjenda á Íslandi og vera sko sá eini eða einna fáum í bekk og sem að gerir stöðu þessara krakka sérstaklega viðkvæma og en sko með aðra kynslóð, krakkarna sem eru fædd hér að þá sambandið öfugt þar að segja
að krakkarnir sem eru í bekk með mörgum þar sem að það er hátt hlutfalli innflytjenda og eru af annarri kynslóð, þau eru líklegri til að verða fyrir svona hatursofbeldi. Og þá velti ég fyrir mér hvers vegna. Og ef ég fer bara áður ég fer að tala það, þá sko bara með munin á þessum krökkum og fólk verður bara að lesa greinina til að átta sig betur á þessu, með munin á þessu krökkum. Sko fyrsta kynslóð, ég sá að fyrsta kynslóð innflytjenda bara heilt yfir að einhver 9% af þeim hafði orði fyrir svona hatursofbeldi á síðustu 12 mánuðum. Við erum að tala næstu því 1 af hverjum 10 börnum sem ekki fædd á Íslandi hafa orðið fyrir svona. Og þetta eru börn sem gerir þetta svolítið sláandi. Og við erum að tala hótun ofbeldi eða ofbeldi vegna minnihlutastøðu sinnar, vegna kynþáttar eða uppruna. 1 af hverjum 10. En þegar við erum að tala börn af fyrstu kynslóð sem eru í bekk með mjög fáum öðrum innflytjendum, þá eru það þriðjungur. Það eru 33%. Þannig að við erum að tala þriðjung af þeim börnum sem hafa upplifað slíkt, hafa reynslu af slíku á síðustu 12 mánuðum. Þannig að það eru auðvitað gríðarlegu fjöldi. Og þetta skiptir svo miklu máli vegna þess að við vitum, vegna fjölda rannsókna sem hafa verið gerðar, að sko allt svona ofbeldi sem að krakkar verða fyrir á úlingsárum, allt einelti, hefur alvarlegar og langvarandi afleiðingar. Fullorðið fólk sem á reynslu af einhvers konar ofbeldi á barnsaldri eða á úlingsárunum, að það er miklu líklegra til þess að vera kljást við til dæmis eins og félagsfælni, kvíða og þunglyndi heldur en fullorðið fólk sem upplifði ekki slíkt á barnsaldri. Og svo líka fyrir unga innflytjendur sem eru að koma hingað og eru í svona freka viðkvæmri stöðu og eru einhvern veginn að reyna að passin í hópinn og verða tilheyra og verða hluti og eignast vini, verða hluti af hópnum og svona, að þá er þetta svo alvarlegt vegna þess að þetta er ekki bara skaðin að verða fyrir að einhver verða hræddur vegna þess að einhver hótar þér eða einhver lemur þig, heldur er þetta líka þegar að þú upplifir að sé vera að ráðast á þig fyrir það hver þú ert, fyrir eitthvað sem þú hefur enga stjórn á, eins og að þú sért ekki hvítur, að þá er það er svo mikil höfnun sem felst í því. Og rannsóknir sem hafa verið gerðar erlendi sýna að bara afleiðingar af slíku að þær eru mjög alvarlegar. Og þess vegna skiptir þetta máli. En með þessa niðurstöðu að önnur kynslóð, að hún sé í meiri hættu í bekk þar sem að það eru margir innflytjendur, að þá velti ég fyrir mér hvort að það stafi af því að sko það eru rannsóknir sem hafa verið gerðar sem sýna það er oft erfitt fyrir aðra kynslóð innflytjenda svona að finna sig í samfélaginu. Þau náttúrulega fæðast í landinu og eru þess vegna upplifa sig svona sem Íslendinga, hluta af þjóð, en svo kannski er heimilið á sínu heimili, eru þau að fá það er eitthvað svona kannski menningar árekstrar á milli samfélagsins í heild og það sem er í gangi á heimilinu, en svo það sem er kannski alvarlegra er að þau fæðast á Íslandi og upplifa sig sem Íslendinga en fá skilaboð frá samfélaginu að þau séu það samt ekki. Og þetta eru þá krakkarnir sem eru ekki hvít. Og það var líka áhugavert að sem reyndar kemur ekki fram í þessari grein en hefur komið fram í svona öðrum greiningum sem ég gert og verið að birta annars staðar, er að þegar að þau sögðust hafa orði fyrir svona hatursofbeldi, að þá spurðu við nánar hver var megin ástæðan, hver heldur hafa verið megin ástæðan fyrir því að var ráðist á því, og það voru margir möguleikar sem þau gátu valið að sko þegar við erum að tala aðra kynslóð, þessar krakkar sem eru fædd á Íslandi, þá var kynþáttur langalgengasta ástæðan. En þegar við vorum að tala fyrstu kynslóð, að þá var það sem sagt uppruni eða trú
sem var algengari, en þegar við erum að tala krakkana ekki með erlenda bakgrunn þá var kynhneigð algengasta ástæða, en svo líka kynvitund og föllun. Þetta hefur ekki verið skoðað með þessum hætti á Íslandi áður, þannig að þú hefur kannski ekki samanburðin svona á milli ára, en þetta hljómar eins og þetta sé mjög stórt vandamál. Ég held þetta sé vegna þess að afleiðingarnir eru svo alvarlegar að þá þetta töluvert vandamál og það rétt, ég veit ekki til þess að þetta hafi nokkuð tíma verið skoðað áður hér á Íslandi, en það hafi verið gerðar Eyrún Eyþórsdóttir sem lektor við Háskólann á Akureyri í lögreglufræðinni. Hún hefur tekið viðtal við fólk með erlendan uppruna á Íslandi, innflytjendur á Íslandi og tekið svona viðtalsrannsóknir þar sem hún hefur einmitt fengið við fullorðna en ekki við unglinga og börn og hennar niðurstöður hafa verið í takti við það sem ég er að lýsa að fólk svona upplifir fordóma að frá samfélaginu á ýmsan hátt, það annarkvort bara hvernig horft á það út í búð eða hvernig það náttúrulega sumir sem verða fyrir mjög alvarlegu eins og bara það kallað á eftir því og þvímlíkt. Þannig að það hefur svona verið skoðað, það hefur verið skoðað ákveðnir hópar samskipti þeirra við lögreglunar og ég kannski að nefna þetta sérstaklega því að þetta svona þær rannsóknir sem ég þekki best sem snúa að þessu og En þetta svona með því að grípa inn í og kannski, ég veit ekki, greina þetta betur og svona skoða það og í framhaldinu bara með skólakerfinu og samsetningu bekkja og annars slíkt. Gætum við þá hugsanlega, þurfum ekki að slá neinu fram, en komið í veg fyrir áhættuhegðun og glæpi jafnvel bara seinna meir? Það held ég að því að við vitum það líka að það engin einn þáttur sem hefur jafn sterk tengsl við svona afbrota og ofbeldishegðun á eldri árum og hafa orðið fyrir ofbeldi á úlingsárum. Það bara þannig. Það ekki, ég segi tengsl, en ég veit ekki að séu það ekki 100% að séu orsakatengsl, það eru sterk tengsl þarna á milli. Og þetta mjög mikilvægt þess vegna og það sem ég myndi segja varðandi svona mína rannsókn, hvað segir hún okkur eitthvað hvað hægt að gera? Já, hún segir okkur fyrst og fremst að við þurfum sérstaklega að huga af þessum krökkum sem að flytja til Íslands og tala kannski ekki íslensku en þá og eru svona með, þú veist, eru til dæmis eini krakkin í bekknum að þá þurfa kennarar að finna leiðir til þess að þau geti tengst skólafélögum sínum, bekkjafélögum sínum, að því þetta skiptir svo miklu máli. En það líka og má eiginlega ekki gleyma því að krakkar sem eru bara fædd hér og eins og eru bara Íslendingar og en eru samt minnihlutahópur vegna þess að þau eru með einhvern erlendan uppruna eða þau sem ekki hvít að það þarf líka svolítið að halda utan þennan hóp og ég tala ekki núna það sem að svona að minnstakosti mínu upplifun að sé að verða svona svona ég skal bara segja það er svona vaxandi, svona rísandi útlendingaandúð í samfélaginu. Já, alveg hreint og þannig að það þarf að halda utanum þennan hóp og það þarf einhvern veginn að fræða þessa krakka bara allar þessar ranghugmyndir og staðalmyndir sem eiga ekki við rök að styðjast en einhvern veginn ganga manna á milli eins og þeir séu staðrendir og þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt. Það dagur gegn einelti í dag sánu bara rétt áður en að við mættum hingað. Við höfum innleitt svona það ólöfursar áætlunin og svona hlutir sem hafa verið innleittir hér í skólakerfi til þess að svona stemma í stigu við svona einelti og meðal krakka hópa innan skólans. En eitthvað af þessu sem við höfum innleitt, tekur það tillit til ólíkra kynþátta og uppruna?
Ég held að við séum að sú umræða sé ekki mjög þroskuð hjá okkur og en það einmitt eins og þú segir að mjög mikil svona allavega hefur verið á ákveðnum tímabili mjög mikil áhersla lögð á að fræða ungt fólk einelti og en ég held að Íslendingar og þetta segi ég svona sem akademískur rannsakandi sem hefur ekki verið inn í skólastofum meðal krakka að kenna. Þannig að mín tilfinning að við séum bara enn einhvern veginn hálf vandræðileg með þetta og feimin við að tala kynþátt og við einhvern veginn lengi talið okkur trú það að hér væri engin rasismi í okkar samfélagi og þetta væri ekki vandamál sem við þyrstum einhvern veginn að kljást við en það nú heldur betur ekki þannig og þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem að við þurfum að gefa gaum bara mjög alvarlega að tala þætti eins og kynþátt og uppruna og staðalmyndir og stereotypur og hvað er asnalegt og hvað er skaðlegt Já, þetta, og eins og segir og ef að þetta geti hugsanlega komið í veg fyrir einhverju erfiðleika einstaklinga á efri árum í fullorðinsárum þá þetta, ber okkur svona eiginlega skylda til þess að grípa inn í. Já, alveg hreint og það er eins og þú segir, það er ekki bara það að þú spurðir hvort að þetta geti mögulega komið í veg fyrir brot og ofbeldi á fullorðinsárum sem það getur gert auðvitað að við höldum vel utan þess að krakka og reynum að draga úr öllum mögulegum reynum að draga úr líkunum á því að þau verði fyrir einhver skona skaðlegri hegðun á úlingsárum en líka bara að ef við höldum ekki vel utan krakkan okkar að þá erum við líka að bara þá hefur við eftir að sjá fleiri á örorkubótum og vegna þess að fólk verður frekar þá að einmitt eins og ég talaði áðan að kljást við eins og kvíða og þunglindi og aðra svona kvilla. Já. En það eitt sem að mér finnst áhugavert í þessu, svona ef ég seti þetta í samhengi við umræðina núna sem að hún hverfist svo litið það að börn innflytjenda verði að læra íslensku rosalega rætt. En samkvæmt þessu, þá er það kannski engin risafaktor það er kannski, eða hvernig sérðu það? Ég mældi ekki til dæmis mun á krökkum sem eru fyrsta kynslóð hvort þau töluðu íslensku ekki. En þetta er samt mjög góðu punktur og ég held að það sé mikilvægt að skoða það sérstaklega hvort að það skipti máli. En það sem ég mældi líka sem reyndar kemur ekki fram í greininni, þetta var, maður hefur svona takmarkaðan orðafjölda sem maður má skrifa í svona vísindagrein, þannig ég gat ekki skoða allt en ég hef auðvitað skoðað ýmislegt sem ég hef verið að birta annars þar og kynna. Það sem ég skoðaði til dæmis hvort það skipti máli hvort foreldrar þeirra væri frá landa utan vestrænna ríkja eða utan Evrópu. Hefur það skipti það einhverju máli og það gerir það. Þau sem hafa uppruna utan Vesturlanda eru í meiri hættu á að verða fyrir einhvers konar ofbeldi eða hótunum ofbeldi. Og það sem ég skoðaði líka sem tengist kannski þessu með tungumálið er að að það skipti máli hvenær þau fluttu til Íslands. Það er bara því eldri sem þau voru þegar þau komu til landsins, því meiri hættu eru þau á að verða fyrir einhvers konar ofbeldi vegna minnihlutastöðu sinnar. Og þá ég er bara að álykta að það tengist tungumála hvort þau tali íslensku eða ekki. En auðvitað mín svona skoðun á þessu er að það verði auðvitað þetta er svolítið gjaldmiðill inn í samfélagið að tala íslensku þannig að það verður að vera hvort þú ert krakki eða fullorðin, það verður að vera við verðum að aðstofa fólk sem hinga flytur til þess að læra tungumáli en
þegar það ekki búið að læra tungumálið, þá má það heldur ekki vera ykkur hindrun í samskiptum eða að vera hluta af hópnum. Það bara fullt af fólki sem að talar ekki íslensku ennþá en samt að verða hluta af samfélaginu og vill verða hluta af samfélaginu. Og fólk bara misjaflega lengi að læra tungumál. Já, guð minn góður, að fara að læra tungumál eins og íslensku og flytur yngar 12 ára. Það bara búin að tala eitthvað allt annað tungumál. Og ég tala ekki þessa krakka sem eru flúandi í ensku. Það bara svo auðvelt, við vitum alveg að krakkar eru að tala ensku sín á milli. Já, það víst. Margrét Valdimarsdóttir, þakka kærlega fyrir að koma og ræða þessa rannsókn. Hvar getur fólk lesið þetta? Já, bara á internetu. Já, Já, ég var að hugsa, það bara að googla Hate Crime Victimization in Iceland. Já. Þá kemur upp. Þetta Journal of Contemporary Criminal Justice, heitir tímariti. Já. Þakka kærlega fyrir að koma og vera með okkur í dag. Og ég bið ykkur að bíða við því að það eru hér stuttarauglýsingar og svo höldum við áfram. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Já, við ætlum að hefja leik á því að ræða þau, kraftaverk sem að tónlist getur haft á mannsheilan, ekki síst þegar heilsan bilar. Og tveir góði gestir komnir hér á rauðaborðinu til þess að ræða þetta mál. Þetta eru Magnea Tómasdóttir, þú ert söngkona og tónlistarkennari, ekki satt? Jú, akkurat. Vertu velkomin. Takk. Og Herdís Anna Jónsdóttir, víóluleikari. Takk. Við erum reglulega með umfjöllun hér á samstöðinu tónlist. Þá erum við svona alla jafna að fjalla til dæmis hvað Sinfóníuhljómsveit Íslands að gera og þú í þeirri hljómsveit og oft eru svona bara ungt tónlistarfólk hjá okkur og en sjaldnar berst talið að lækningamætti eða ummönnunarmætti tónlistarinnar. Það ekki rétt hjá mér skilið að þú ert ákveðin kannski brautryðjandi á þessu sviði, Magna? Jú, ætli það ekki. Hérna á Íslandi. Hér á Íslandi? Já. Og við erum að tala sem sagt, fólk á öldrunarheimilum og svoleiðis, hvernig það hægt að breyta lífi þess með tónlist og tiltekinni tegund af svona tónlistariðkun. Já. Segðu okkur aðeins bara til dæmis frá hvernig þitt ferðalag í þessum heimi hófst. Já. Ég var í listkennsludeild Listaháskólans og hef alltaf haft svona áhuga á þessum samfélagslistum, eða community arts, social arts, sem að svona þáttakulistir, samfélagslistir, þar sem allir geta tekið þátt í listsköpun, hvort sem þau hefur lært eða ekki. En þú svona undir styrkri leiðbeinslu sérfræðinga í rauninni. Ég skáti í grunninn og þannig að skátarnir eru alltaf að vinna í hóp. Og þegar ég var í skemmtudeildinni þá fann ég að ég gat sameinað svolítið mína persónulegu reynslu og mitt fag. Ég klassísk menntuð söngkona, lærði í London, starfaði í Þýskalandi og foreldrar mín fengu bæði heilabilunasjúkdóm og mamma var bara 60 þegar hún greindist, hún svona snemgreind. Pabbi minn seinna Alzheimer og Pabbi spilaði hljóðfæri, Tómas Gretar Ólafsson hét hann og mamma Guðlaug Gísladóttir. Hann spilaði á piano og harmonikku og svo ungur maður á saxofón og allt sjálf lærður því hann var rauninni gröfukall. Og auðvitað í þeirra ummönnun notuðum við mikið tónlist. Svona bara eiginlega á þess að fatta það. Af því að það var stemning heimilisins í rauninni. Og þegar ég fór að læra í listkennsludeild og læra fræðina, þá fann ég út að þarna gæti ég sameinað mína persónulegu reynslu og mitt fag. Og enda á því að skrifa meistararitgerðina mína sem heitir Það eins og það lifni eitthvað inn í mér. Því að við vorum að gera tónlistarsmiðju og þá var fullorðin kona sem að gaf mér þessa setningu, sagði þetta eftir okkar tónlistarstund. Og
þá fór ég að stúdera þetta dálítið og eftir það að þá fór ég til Englands, til London að læra aðferð sem að búin að vera þar yfir 30 ár prógram sem heitir Music for Life sem núna Wigmore Hall, fræðsludeildin í Wigmore Hall í London hýsir það og ég var þar í 2 mánuði að stúdera þetta og þetta eru tónlistarsmiðjur sem við Dísa höfum einmitt verið svo að vinna saman í og þar vinnum við með tónlistarspuna og það búið núna, eftir áramót þá fer held ég að stað 9. árið sem ég kenni sem stundakennari námskeið tónlist og heilabilun í Listaháskóla Íslands. Það sem við erum að mennta ungt fólk til að vinna þessa vinnu og námskeið fer fram á hjúkrunarheimili. Því þar erum við að vinna með íbúum hjúkrunarheimili í tónlistarspuna. Og þessi aðferð, það liggur alveg fyrir að þú og þeir aðrir sem eru í þessum geira þeir hafið bara nánast séð kraftaverk hjá fólkinu þegar kemur að því að lifni einmitt eitthvað. Já, það var gerðansókn í Hollandi og Englandi og gefin út bók While the Music Lasts sem fólk getur bara kynnt sér til á bókasafn Listaháskólans allavega og þar var gerði rannsókn á svona stund og það getur verið svolítið erfitt að skilja hvað þessar stundir snúast Við köllum þetta tónlistarsmiðjur, það geti ég sagt, því það er allir virkir, allir sem eru viðstaddir eru virkir. Það er þannig að við sitjum í hring, það eru 8 íbúar hjúkrunarheimilis, það eru starfsfólk og svo tónlistafólk. Miðjur hringsins svona hlaðborð, hljóðfæra hlaðborð, með svona handhægum slagverkshljóðfærum sem allir geta spilað á. Við byrjum alltaf stundina, við tónlistafólki erum búin að undirbúa okkur með því að búa til ákveðið rammastef, bara svona 2 taktar, mjög stutt, sem við byrjum alltaf stundina. Dæmi, getur þú sungið eitthvað? Við erum bara að spinna eitthvað núna. Mjög góður, ég man ekki. Eitthvað svona, byrjum á þessu, endum á því líka. Þess vegna það heitir framing piece eða rammastef. Það rammar inn stundina. Þannig að það vita allir að við erum að byrja. Svo kynningalag, þar sem allir eru nefndir með nafni. Hæ, hó, Dísa, velkomin Dísa. Eitthvað svona, bara eitthvað. Sem að hópurinn búin að semja, tónlistarhópurinn. Og svo hefst hinn eiginlega spunni. Og þá bjóðum við fólki að prófa eitthvað hljóðfæri og fólk gefur okkur eitthvað. Það þarf ekki alltaf að vera neitt vola flókið. Við erum náttúrulega yfirleitt við að vinna með veikasta fólkinu sem á erfitt með að taka þátt í annarri iðju á hjúkrunarheimilunum. Af því að við getum svo lengi tengt okkur í tónlistina. En það kannski eitthvað sem gefur okkur kannski eitthvað bara eitthvað svona rythma, púls eða eitthvað. Og svo þá tökum við þetta er svolítið sérstakt að skýra þá tökum við orkuna frá fólkinu, þennan púls og byrjum að spinna með okkar hljóðfærum eða ég sem söngkona með fólkinu. Þannig að þau að stjórna okkur, þau eru uppsprettan af því sem við gerum. Og þannig verður þetta til. Og tónlistarspunni fullkominn fyrir fólk með heilabilunarsjúkdóma af því að hann var aldrei til og hann verður aldrei til aftur. Reynir ekki á glatað minni? Nei. Það bara vekur upp bara löngunina í manni sem tónlistin einhvern veginn gefur manni. Og svo það bara búið og það bara búið. En það lifir í okkur áfram og það hefum við oft séð. Svona svo geðlif, gott geðlif. Já. Við höfum unnið undanfarin ár á Grund með námskeiðið á Listaháskólanum og það einmitt deildarstjóri þar sem segir hjá mér þurfa 2 konur yfirleitt að fá svona róandi lyf seinnipartinn, aldrei dagana sem þau komið. Magnað. Og fólki á gólfinu sér það. Já, og þú sér sjálf kannski bara glampa kvikna. Já. Það það sem svo dásamlegt. Þegar svona þoka heilabilunarinn svona
bara fer og þú sér kjarna manneskjunar. Já. Og það auðvitað líka, sko, þessi aðferð er svona sérhæfð fyrir fólk með heilabilunarsjúkdóma og þú vinnur auðvitað líka menningararf með fólki sem með heilabilunarsjúkdóma. Við þekkjum flest sögur af því að fólk kannski sem talar ekki en það kann textana og svo mikið frelsi að syngja textana sem þú eins og lærðir og allt það. Þetta bara tvennt, þetta bara svona sitt hvor hliðin á tenningnum. Ég skrifaði nú einu sinni bók Dauðann og eitt af því sem ég læriði við rannsóknir í aðdraganda þeirra bókar það var að sko dæmis einhverjar ævafornar vísur eru stundu það síðasta sem að fólk man og en þarna eru við að tala sem sagt að þú þarft ekki að muna neitt. Nei. Er það ekki galdurinn við tónlistin og orð, sko tónlistin er eiginlega ofar heldur en orðin. Já, einmitt. Og akkurat. Það er sagt að heyrnin sé líka það síðasta sem er virt áður en maður kveður þessa jarðvist. Já, einmitt. Og tónlistin kemur inn á svo mörg sko heilasvæði, hún er allstaðar. Þó það verði blæðingar og annað slíkt en hún kemst tónlist, hún er töfratæki og ég náttúrulega vinn við það alla daga en ég var svolítið skemmtileg sko aðkoma mín inn í þetta því nú er ég í Sinfóníuhljómsveit Íslands og er að spila fyrir fullum sal alla daga, svo til í Hörpu og það er dásamlegt en svo var það kom á okkur boðið að ef við vildum sem sagt fara í Listaháskólann einhverjur úr symfóníunni þá sem sagt væri það yrðum við studd og við vorum tveir víóluleikarar sem ákváðum að gera þetta og fórum í tíma til Magneu og þar með var ég sko og þetta var mjög skrítið fyrir mig að því að í Sinfóníuhljómsveitinni þá er ég er miðill, ég er að spila alltaf frá nótum og þarna allt í einu átti ég að standa upp og spila, bara spuna og það er mjög erfitt fyrir mannesku sem hefur alltaf nótur fyrir framan sig en ég kem nú kannski úr svolítið öðrum svona rætur mínar eru þannig að ég átti nú ekki mjög erfitt með þetta en þetta hefur samt sko styrkt mig alveg svakalega sem tónlistarmann eða konu og víkkað út mína bara tónlistar bara hugmynd eða hvað maður segja bara tónlistar líkama, tónlistar áru þetta svo dásalt, maður svo frjáls að og þegar maður fer inn í þennan spuna, ég segi stundum sko þetta er mín þetta er ég, þetta er mín veröld þetta er veröld þeirra sem komnir eru í heilabilun en þegar við förum í spuna saman þá komum við saman og stundum þegar maður er komin í sko fullan spuna þá veit ég ekki hvor það er sem er það ég sem er með heilabilun eða hann eða það er engin heilabilun til það er bara spuni og alveg ótrúlega dýpt og við höfum sko sannarlega séð tár, fólk hefur allt í einu bara sagt eitthvað sem hefur ekki sko talað, bara takk fyrir hvíslað eða jafnvel, ég man eftir einu að var dásanlegt, var maður sem við vissum að hafi spilað á harmoníku en hann var svona mjög passífur, hafði ekkert gert neitt sko þessa daga sem við komum og í síðasta skipti þá detti mér allt í einu hug, ég læt hann að fá víóluna mína, ég er nú ekki með sko mína symfóníuvíólu, ég er með svona annað hljóðfæri sem að mér er svona ekkert mjög andum þannig og hann tekur hana svona í fangið og byrjar að hossast svona með hana og eins og hann væri og ég hugsa, það er eins og hann sé að spila á harmoníku og hann einhvern veginn bara svona alveg er á fullu og allt í einu horfir hann á mig þegar spunið var búinn og segir var þetta ekki gott hjá mér? Og þessi maður hafði ekki talað sko í, ég veit ekki hvað, bara lengi. Í alvöru. Og við bara grétum, fengum bara tár í augun. Svona þessir töfrar verða til að við horfum bara hvort á annað og það er eins og ský drægi frá sólu
þegar við erum í þessum spuna með mörgum. Manst eftir manninum sem að var á trommunu, svo kom barnabarnið hans. Já. Og þú segir við barnabarnið, það kom í heimsókn. Og sem sagt barnabarnið sem hafði sjálfsagt aldrei séð afa sinn svona heilan, eða ég veit ekki, svona allavega hann ekki hressan. Og þarna var hann að spila á trommu. Og Magnea segir við strákin, heyrðu, ég er með djambi trommu, sestu á hana. Og allt í hennu var bara drengur 8 ára komin á fullu bara í spuna með afa sínum sem alveg, sko þetta var bara svona moment sem hann mun aldrei gleyma og við ekki heldur. En hugsaðu að eiga svona. Einmitt. Og það þegar svona tónlistin verður þessi farvegur samskipta og það það sem við erum alltaf að leita að og það sem er líka svo gaman að sjá að fólk sem er með töluvert langgenga heilabilun, það getur lært nýja hluti. Því að músíkalskt fólk þegar það kemur til okkar og það sem er líka mjög sérstakt að það verður til hópstemning með hópi þar sem að helmingurinn allavega á hópnum man ekki að það hefur verið þar áður. En við byrjum kannski fyrstu 3 nóturnar, þá eru komin inn eftir svona 3-4 skipti og fara að syngja með. Bara beint áfram. Það er alltaf verið að tala sko, þetta svona kognitív minni. Við erum með alls konar minni. Við erum með tilfinningaminni og það er náttúrulega mjög tengt tónlistinni. Við erum með vöðvaminni og það getur fólk ennþá nýtt sér þó það sé komið með heilabiluna sjúkdóma. Mér dettur líka í huga að sko, við þurfum kannski aðeins að ræða mátt tónlistarinnar á tilfinningar okkar. Sumir halda því fram að tónlist sé sú listsköpun sem að liggur næst einhvern veginn tauga tilfinningasviði okkar. Við getum farið á myndlistasýningu og fengið gæsahúð. Ég get lesið bók og fengið gæsahúð vegna fagurleika málsgreinar og einhver sem er verið að skrifa og svo framvegis. En hárið á mér rís ekki nema ég sé að hlusta á tónlist. Og ég fæ ekki bara gæsahúð alveg frá toppi og niður nema ég sé að hlusta á tónlist. Kannski það bara ég og að einhverju leiti eitthvað en oft heyrir maður þetta að tónlistin sé öflugust allra listgreina vegna þess hvað hún hafi sterk áhrif á okkur tilfinningalega. Er það eitt tengist að þessu sem við erum að tala um? Já, ég er alveg viss um það. Og það er sko Oliver Sacks sem taugasálfræðingur, hann sagði sko þú getur náð til fólks með tónlist þegar ekkert annað getur það. Já. Og það höfum við náttúrulega bara oft séð. Við þurfum bara oft að gefa fólki tíma. Já. Engan asa. Nei. Fólk kemur kannski horfir í augun okkur í 3. skipti þegar við komum sko. Já, en eru heilabilaðar og gamalt fólk á hjúkrunarheimilum og svona, er fólk til í þetta tusk? Þarf það ekki aðeins að fara út úr sko, einhverju þægindaramma? Já, en sko veistu að það er bara held ég auðveldara fyrir fólk með heilabilun heldur þeir sem ekki með heilabilun. Styrkur þeirra? Já, það er styrkurinn og það er nefnilega líka, það er svo gaman í svona vinnu að við náttúrulega erum alltaf að vinna með styrkleika, bara eins og allir kennarar eiga að gera, skilurðu. Að sko, ég man alveg eftir sem aðstandandi, þá fellur maður oft í þann pitt að velta svona meira fyrir sér það sem að sko mamma getur ekki lengur. En við hittum fólk bara á jafningja grundvelli. Við fáum grunnupplýsingar kannski hvaðan fólk er, það hjálpar okkur að mynda samskipti, hvað það starfaði fyrir, hver starfsvettvangur var og svona og fjölskylduhægir. Meira þurfum við ekkert að vita. Og það sem er líka, flestum námskeiðum mínum, við höfum alltaf mjög sterkt endurmat, að það er mjög oft sem að nemendur hafa sagt við mig í fyrsta tíma, þá hugsaði bara Jesús, ég minn góður, hvað getum við gert hér? Það er svo veikt fólk. Í lokin þá hugsaði enginn þau var að fara að hitta veikt fólk. Þau var bara að fara að hitta fólk og gera tónlist. Punktur. Þannig að sko, fyrir þá sem að skilja ekkert annað en peninga, fjárveitingar, að sko ef fólkinu líður betur
ef það kemur í veg fyrir lyfjagjafir, við lifum náttúrulega í rosalega miklu svona eftir á viðbragð samfélagi og lyflækna náttúrulega held ég ekki neitt, þau bara halda einhverju niður eða koma í veg fyrir eitthvað gerist eða eitthvað svoleiðis eða langoftast. En þannig að sko mann dettur líka í hug vegna þess að þau eru að segja að þetta geti bara sparað peninga, sparað útgjöld, aukið með því að auka ánægju bara vistmanna og annara og þá gerist aðri góðir hlutir fyrir sem tikka fjárhagslega jákvætt inn í kerfinu. Já, og það gerir sko að það fer svo margt af stað með þessari örfun okkar eða tónlistarinnar að það sko fólk það fer að sína meiri áhuga, það fer að greiða sér á mótnana og tannbursta sig. Auðvitað kemur fólkið okkar ekki tilbaka aftur, við vitum það. En það þarf bara að horfa betur inn í þetta hvað hægt að gera með tónlistina sem svona öflugt afl og maður sér það. Þetta eins og það verið að segja núna, þetta er geðlyf. Já. Og við getum öll verið sammála það, en við þurfum bara að frítt geðlyf á nokkura neikvæðra aukaverkana. Já, án aukaverkana, en auðvitað ég ekki að segja út með lyf, en það er alveg stórkostlegt hvað tónlistin gerir og það er alveg stórkostlegt fyrir mig að horfa á sal í Hörpu og þannig erum við að spila fyrir alls konar fólk og svo fer ég á stofnanir og tónlistin heldur áfram. Þetta er bara þetta er töframáttur og ég vil bara, mér langar svo til að þetta bara einhvern veginn öllum sé það ljóst. Að það verði einhver svona, og það nú góð tíðindi í sambandi við í kennslu á sjúkraliðanám. Segðu frá því. Já, sko, Philip Curtis maður sem Breti býr í Hollandi og hann kom hingað og hefur verið tengslu við Listaháskóla Íslands og hann með svona Embrace Netherlands svona félag sem hann með og að vinna svona tónlistarverkefni alls konar og hann var forsprakki fyrir því að setja af stað Erasmus-verkefni sem að heitir DADOM, Daily Dose of Music. Við vorum að því að ráðlega dagskamtur á tónlist. Af því að hann hugsaði, og eins og maður hefur oft hugsað, við komum inn einu sinni í viku, í 8 vikur og erum með þetta Sputnik tónlistarsmiðjur og allir fara á flug. Hvað gerist alla hina dagana? Þegar við sem tónlistarsérfræðingar erum ekki. Já. Og við urðum hluti af þessu verkefni, það var sérst Holland, Ísland og Litáen og Listaháskóli Íslands, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti og músíkmeðferðarfræðingar í Íslandi. Við vorum þáttakendur í þessu. Og það snerist að kenna sjúkraliðanemum að nota tónlist í umönnun. Er það byrjað núna? Já. Þetta var allir sjúkraliðanemar við Fjölbrautaskóla Breiðholts læra það og fara í vettvangsnám og eiga að leysa tónlistarverkefni. Þetta eru stóra fréttir. Já, bæði í sambandi við hljóðvist, hvað við sem starfsfólk getum bætt líðan fólks með hljóðvistin, hvernig við göngum og hvað í gangi og svona. Líka með spilunarlista, sem sagt að fólk fái sinn eigin spilunarlista og það er líka sem ég hef verið að kenna og heil fræð út af fyrir sig. Þannig að hvernig þú notar tónlistina og svo þú bara sjálfur eða sjálf sem umönnar aðili hvernig getur nota tónlist í umönnuninni þinni, í þínum störfum og það margir sem gera það. Það margir sem koma og brest í söng og leiða þeirra aðstofa fólk eða humma eða eitthvað en sko markmiðið að nota tónlistin líka markvist. Að þú til dæmis sko hún Gunna hún á kannski nokkra spilunarlista og eitt spilunarlista fær hún alltaf áður hún fer í bað. Og henni boðið upp á það og hún kannski búin að hlusta á hann í 20 mínútur og þá hún móttækilegur og henni líður svo vel og hún alveg til í baði. Jafnvel að spila á meðan hún í baði.
skiljiði. Og það alveg hægt að setja svona spilunarlista í skema fólks á hjúkrunarheimilum alveg eins og eina bláa pillu. Já, einmitt. Og það hefur oft bara mikil áhrif. Já. Þetta finnst mér alveg stórmerkilegt skref sem þú nefnir að hafa verið stigið að koma með listir, listgrein, listræna nálgun inn í alveg grjóthart veraldlegt umhverfi sem að þetta starf náttúrulega í grunninn þótt maður ætli það nú að mannúð reki nú marga starfsmenn áfram og allt það, þá þetta bara svona, þetta tæknilegt starf og þetta finnst mér sæta tíðindum. Þetta svolítið það sem hefur verið ákall núna líka bara í grunnskólanum. Það að endurvekja kennslu í listum, fá meiri umræðum, dygðir og allt þetta. Gæti þetta verið dropinn sem hólar steinin? Gætu við verið að sjá einhvern snúning með þessu skrif? Bara vonandi og það voru stór tíðindi við nokkurum árum að sko Jóna Þórsdóttir sem formaður músíkmeðferðarfræðinga á Íslandi, það nokkru músíkmeðferðarfræðinga á Íslandi sem hafa unnið aðalega með börnum og með fötluðum. Nú hún í starfi á Eyr og Skjól sem músíkmeðferðarfræðingur og búin að vera það rúmlega ár. Já. Og hún var búin að vera að vinna á L4, heilabilnadeild á Landakoti og hún sem sagt komin þarna, þannig að það annar músíkfræðingur þar, meðferðarfræðingur þar. Þannig að það hérna, já það alveg ýmislegt að gerast og mann finnst það svolítið hægt og það náttúrulega fólk sko ætla stundum til að við listafólki séum bara að vinna frítt og gerum þetta ánægjunar vegna að þetta sé ekki alveg starf einhvern veginn þó að sko fólki á gólfinu skilur það vel og aðstandendur skilja það mjög vel virkilega en það hérna, það ekki bara kostnaður. Nei, sko það raungreinarnar og svona raungreina hugsun hún hefur svolítið trompað allt annað mann finnst maður að upplifa svolítið þannig skeið, pínlítið leiðilegt skeið en hérna og einmitt, þeir sem að nálgast hlutina frá svona sjónarhorni þetta ekki bara þegar ég var ekki át minna fyrstu bækur sem dæmi, þetta ekki svo góð kynning fyrir því þarf nokkuð að fá borga fyrir að lesa upp á bókinni þinni að sko það sem sagt að koma listinni fyrir í atvinnulífinu með mannúð og hérna margt fleira gott að leiðarljósi. Já, þið eru svolítið að brjóta blað með þessu, ekki satt? Já, ég held það. Og það hérna einmitt og það náttúrulega svo listaháskólanum mörg svona þátttökuverkefni þar sem að nemendur eru að vinna út í samfélaginu og það nú námskeið núna námslína í listaháskólanum sem heitir Listir og velferð. Það sem þvert á listgreinar fólk að læra hvernig það kemur listunum út í samfélagið og notar það til góðs fyrir fólk. Já. Það bara þannig. Þetta alveg stórmerkilegt. Sko, hérna, hver verður svo hvernig sjáu þið fyrir ykkur framhaldið? Þú, semst, ef ég skilði rétt þá þú í rauninni atvinnumanneska í þessu núna. Já. Ég svona, þú veist, í þessu harki. Já. Ég var sjálfstætt starfandi, verkefnaráðinn, bara milli verkefna og það fyrir heilmikil tími fyrir mig að skapa mér vinnu. Já. En það eru sko líknarfélög sem að styrkja oft og hvað með sóknir eða kirkjur? Já, við tókum þátt í verkefni fríkirkjunni Hafnarfirði á Sólvangi. Þá hugsuðu þau, sko hugsunin þeirra var svo að nú fólk koma á hjúkrunarheimili sem kom alltaf í kirkju og það kemst ekki lengur. Við verðum að fara til þeirra. Já. Og þau fara, og ég veit að kirkjurnar og flestar kirkjur fara á hjúkrunarheimili og hafa helgistundir og svoleiðis, en þau vildu gera eitthvað aðeins annað. Og fengust eitthvað styrk held ég líka fyrir því og svona og það var Kerstin hérna Erna Blöndal með okkur söngkona líka við vorum 3 ár akkurat og það hérna ég að vinna núna á grundarheimilunum það Oddfellastúka sem að styrti grundarheimili til tónlistastarfs og þá þeir tala grundarheimili þá það Grundmörk og Ás í Hveragerði og það verður svona blandað það voru líka við varum líka með tónleika. Ég hérna í tríói sem heitir Hvalreki með 2 kjörtunum, Kjartan Valdemarsson píanóleikari og Kjartan Guðnason slagverksleikari og við höfum í 4 ár haldið tónleika sem heitir Tónar við tjörnina.
og þá bjóðum við til okkar að vori öllum sérhæfðum dagþjálfunum á höfuðborgarsvæðinu. Við líka búið í Selfossi og Reykjanesbæ. Það stundum erfitt að koma svona langar leið. Þegar ég segi sérhæfð dagþjálfun, þá það dagþjálfanir fyrir fólk með heilabilarsjúkdóma. Fólk sem býr heima og það opið frá 8 til 4 og fari í félagslega virkni. Og við höfum fengið styrki fyrir þessu og höldum tónleika sem þá sniðir að þessu fólki 45 mínútur án hlés. Síðast vorum Magga Eiríks, það áður Gunnar Þórðar og síðustu tónleika komu 250 manns og þetta á tíma sem bara 1:30 þá kemur fólk með rútu með aðstoð starfsfólks og nýtur tónlistar og þetta alveg frábær stemning og við fórum með þessa tónleika líka á öll grundarheimilin í síðasta vor þannig að sko við þurfum bara að hafa tónlist út allt í alls konar formi sko. Symfónían hefur verið dugleg, við höfum boðið sem sagt á vínartónleika þá fyrstu vínartónleikarnir okkar áður en að allir hinnir fá þá höfum við boðið þá höfum við boðið eldri borgurum að koma og þá bara komaði í rútum frá öllum heimilum og síðan vorum við núna líka með í haust, það var líka svona sem sagt já, eldri borgarar, alveg dásamlega gaman. Þetta er eitthvað, það er eitthvað að gerast. Já, það er náttúrulega þannig þegar heilsunni hrakar í fólki að þá á það oft erfitt með að sækja svona menningarviðburð á kvöldin og svona. Og þú getur líka kannski ekki farið, það er kannski orðið og mikið að fara einn eða með makaðínu sem jafn gamall og þú og það er svo mikil ábyrgð. Þannig að það er svo gott að geta farið að degi til og með aðstoð fólks. Ég fór einmitt með, ég starfaði í Hlíðabæ sem sérhæfð dagþjálfun því að þegar ég var búin að útskrifast þá fannst ég vita voða mikið þetta allt saman að ganga gegnum þetta með foreldrum mínum og svona en ég fatt að ég var sérfræðingur í 2 manneskjum. Þannig ég fór að vinna í Hlíðabæ og var þar svona viðlóðandi 5 ár til að bara kynnast fleiri svona blæbrigðum heilabilunarinnar. Og það nýtist mér svo mikið í mínu starfi. Þannig að ég fór með þeim til dæmis á Elli. Það var sýning klukkan 1. Eða fullur salur af fólki og sumir voru að fara aftur og sumir hefði ekki haft tækifæri til að fara. Var það sérstök sýning? Já. En það sem sló mig þegar ég byrjaði sem sagt fóra í þetta samstarf með Magneu var að ég hélt að ég væri bara að fara að sjá eldra fólk. En það sem sló mig var að heilabilun, það er bara ekkert eldra fólk. Það er nefnilega yngra fólk líka. Og það er erfitt. Ég meina það er náttúrulega alltaf erfitt að horfa á ástvini sína en ég ætla ekki að fara að segja tíðni en kannski hefur þetta alltaf verið svona en mér brá hvað við, sem sagt, þegar við hófum okkar samstarf, hvað mikið er af ungu fólki. Náttúrulega hjúkrunarheimili eru fyrir fólk sem þarf hjúkrun og sama hvað aldrei það er. Og að missa hreyfigetu er náttúrulega áfall. Að missa hæfileikan til að tjá sig hlýtur að vera enn meira áfall. Og ef maður hefur ekki minnið lengur til þess að hjálpa sér í að gera það sem maður samt elskar að gera þá kemur þetta sem þegar það nefna stertinn. Maður þarf ekki minni, maður er kannski komið með mjög svona lasinn skrokk en stöðvarnar eru þarna og það er eitthvað sem að setur, sem að glæðir glampan í augum og lifnar við að innan eins og þú orðaðar það. Mér finnst vera að þegar við erum að vinna með þessa yngri þá höfum við farið alveg svakalega í dýftina. Við höfum náð alveg okkar dýfstu kannski okkar dýfstu spunum spuna með þessum yngri því á einhvern hátt eru samt frumurnar yngri líkaminn er sterkari heldur en hjá þeim eldri en þetta er svona. En svo er það líka og ég held að allir sem hafa unnið við umönnun og eru með fólki vita það, ég sé alltaf við mína nemendur, ok, nú erum við að fara hérna á grund og ég bara bið ykkur að muna það
þú verður að vera með heilabilunasjúkdóm til að taka þátt í námskeiðin okkar. Það er svona, það verður að vera. En á grund, hverju einustu hæð, hverju einustu herbergi er fólk sem er hokið af reynslu. Það hefur komið upp mörgum börnum, það hefur tekið virkað þátt í atvinnulífi, það hefur átt margar sorgir, mikla gleði og þó þú sért með heilabilunasjúkdóm, þá sé ég alltaf fyrir mér að þessi reynsla, hún fer ekkert. Hún er í blóðrásinni. Hún hverfur ekkert frá okkur. Þetta eru hvunndagshetjurnar sem hafa borið samfélagið okkar uppi. Já. Og það dugar ekkert að skáka þeim bara inn í skuggan og afskrifa. Ég man eftir því, ég myndi eftir alltaf í hug þegar klassíkin okkar kemur á haustin. Tónleikar Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Þegar fyrsta klassíkin var, sem man ekkert hvaða ár var núna, það var komin 10 ár. Já. Þá var ég í Sunnuhlíð í heimsókn hjá pabba mínum. Og settist við fram að sjónvarpið og pabbi var jazzisti. Hann var ekkert mikill svona klassíker, en Kristinn Sigmundsson var að syngja og þetta var Mozart tónleikar. Og það er mjög aðgengilegt. Og hjá okkur satt kona, við sátum hana 3 og hlustuðum með andakt og klöppuðum alltaf og allt þetta og hún söng allt með. Fórleika, brúkap, fíkar og hún sönga bara allt með og ég sagði, já þú hefur ekkert tíma að farað á óperuna. Alltaf, en það ger ég ekki lengur. En ég gleymi því aldrei. Ég er svo þakklátt fyrir klassikurinn okkar út af þessu. Þetta var oft dásamlega stund. Þannig að þegar maður er að rífa kjaftið yfir programminu, klassikinu okkar og hvað var nú þess að gera, það passa hann ekki láta þess að syngja þetta lag. Var eitthvað annað sem átt að syngja það. Það ætti maður kannski að deina orkunni í stærra samhengi. Stærra samhengi, sko, já. Það er alveg rétt. Já. Þetta er gaman. Má ég skjóta okkur einni aukaspurningu núna í lokin, algjörlega ótengt því sem við verðum að ræða sem er mjög áhugavert. Það blæs svolítið gagnrýnendur. Gagnrýnendur sem skrifa beitta texta tónlist eða leikverk. Þeir eru svolítið grýttir á götum úti og svona farið persónulega í það og það getur vel verið þessu rosalega vondi dómar. En hvernig fer fyrir veröld ef við missum skilningin á því að sumir gagnrýnendur þeir bara skrifa stundum gagnrýni sem okkur líkar og stundum sem við ekki líkar en hérna erum við að fara inn með þetta inn á einhver svona inn á hæpnaslóðir. Nú eykst hérna hjartslátturinn hjá mér. Nýttum hjartslátturinn til þess að dæla út einhverju hressandi. Þetta er, sko, fyrst og fremst þarf þetta að vera faglegur í þínu. Við erum fagleg, sko, við getum, ég hef oft hugsað það, geta bara allir skrifa dóma bara svona, þú veist, bara sem vilja, bara koma á götunni og ég menn þú ert að vera í mínu tilfelli tónlistar er þess að náttúrulega er það eina, ætti ekki bara gagnrýnendur fara í einhverja, sko, að vera með einhverja háskólamenntun í að skrifa gagnrýni. En þeir eru eitthvað skárri við það að fara í gegnum einhverja háskólamenntun? Já, sko, hér á þessu litla Íslandi þá er náttúrulega allt mjög persónulegt, við vitum það. Ég veit, að nála á vandinn. Ég vil bara, sko, að gagnrýni sé, sko, ég er ekkert að segja að það þurfi alltaf að vera gott, við vitum það er bara, en það þarf að vera fagmannleg og uppbyggileg. Þarf hún að vera uppbyggileg? Gagnrýni er hún ekki, þarf maður ekki að, sko, já, mér finnst hún eigi að vera uppbyggileg. Þannig að sá sem að gerði, hvað maður segja, spilaði illa, geti þó allavega, sko, einhvern veginn, sko, hugsa, ég, sko, ekki bara slá fólk út af sviðinu, sem að mér finnst vera, hérna, stundum gert, tilhneigingin, en alls ekkert alltaf, maður er náttúrulega bara, já, en ég segi bara, ég ætla ekki að fara út í eitthvað nánar, þetta er mjög eldfimt, en ég segi bara að persónulegar, hérna, svona, mér finnst persónulega, mér er alveg sama hvað fólki finnst persónulega, það verður að horfa með opnum hug og vera fagmannlegt og uppbyggilegt. Ég bara segi það. Ég held að, þú veist, fólk verður fyrst og fremst að vera faglegt og sko, manni kemur ekkert við smekkur gagnrýnandans endilega. Er það? Þú veist, ég veit ekki hvað er smekkur og hvað er einhver svona lærð. Nei, þarna, sko, gæti ég bara ímynda mér að væri bara sniðut að fara og á eitthvað,
í eitthvað búa til háskólanám gagnrýnendur því að sko í lokin þegar að við erum öll farin þá eru þessi skrif eftir og ef þetta eru geðþóttaskrif það sko til hvers ef að mér líkar ekkert vel við Bjössi og ég geti bara þetta bara hræðilegt allt sem hann skrifar sko, ég meina þetta það sem að liggur svo eftir. Ég var lent í því að vera jarðaðar sem rithöfundur og ég reiðist fyrst og ég hugsa með mér helvíti, þetta eitthvað persónulegt svo þegar ég komin út af því þá getur nú kannski eitthvað lært af þessu samt og sko aftur í tíman þá voru íslenski gagnrýnendur held ég miklu hvassari og grimmari heldur en þeir hafa verið núna síðustu ár. Ég svolítið hugsi yfir því hvað verður mikil buslugangur í hver skipti sem að kemur einhver svona neikvæði dómur. En auðvitað þurfum við líka að gera greinamun á atvinnufólki og áhugafólki. Það bara, við skulum bara, það skiptir bara öllu mál þegar gagnrýnendur komnir inn á ekki atvinnu það er nú engin atvinnu kallakór til dæmis á landinu í dag ég meina þar finnst mér vera og svona þú mátt aldrei sko eða tala þannig þú veist þegar fólk mætir á kóræfingu hverja einstu viku og gerir sitt allra besta og það er lífsbreytandi fyrir þetta fólk og þú ferð og er á tónleikum og er að flytja það sem það kann þú verður alltaf að sjá út frá hvaðan fólk er að koma sem er að flytja tónlist. Sjá þetta í stóra samhenginu og við litla Íslandi þurfum að þess að vera. Af því að þú veist eins og við segjum sko í samfélagslistunum að þá skiptir ferðalagið miklu meira máli heldur en útkoman. Og þú veist ég til dæmis sjaldnast í mínum störfum er einhverju tónleikar. Það er hvað gerist inn í manneskjunni á meðan á ferlinu stendur. Þetta er bara líka í kennslu með börnum. Það er það sem skiptir mestu máli. Og engir tveir áhorfendur sem skynja tónverk flutt. Nei, við höfum öll farið á tónleika og lesið gagnrýni og bara hugsa, var viðkomandi á sömu tónleikum og ég. Það er svona, getur... Nei. Og við getum farið heim í aðalumræðefni eins og vorum að ræða úr þessu kannski bara svona endað á upphafspunktinum að það eru svo margar töfrabreytur í tónlistinni að við mættum kannski vera duglegri að hafa einmitt þetta heildar samhengi í huga, hvort sem við erum að skrifa kritik í blaði eða hvað við erum að gera. Já, absolutt. Þetta er ferðalag og maður veit líka bara ferill tónlistafólks er ferðalag og þroska ferli og það verður og það er bara þannig ég er alveg þeirra skoðunar oft séð að svo lengi sem við drögum andan getum við verið skapandi við þurfum bara réttar aðstæður Ljómandi er eitthvað sem er ósagt? Já, ég bara hver myndi vilja sjá brúðkaupsdaginn sinn eða jarðarför án tónlistar bara hugsa ykkur þannig hvað tónlistin hún er alltaf þarna, maður heldur þetta sé svo en bara gefa þessu gaum, getum við hugsað okkur lífið án ekki ég tónlistar þetta er fáur saminar okkur líka með svo öflugum hætti við getum rifist sko vonda gagnrýnendur hvert í sínu horni en svo saminustu bara einhverju fallegri músík nákvæmlega samhljómur Það er ljómandi skemmtilegt að fá ykkur mjög áhugaverð þessi skref sem að þú ert sérstaklega komin langt í að stíga og gaman að sjá að þú sért svona hásettin hennar í þessu. Já, frábær og magna. Stýrimaður. Já. Stýrimaður. Góða. Skipstjóri, já. Ég er bara á dekki, sko. Alltaf gott að vera á dekkinu. Já, ekki. Heyrðu, ljómandi. Herdís Anna Jónsdóttir, víóluleikari og Magnea Tómasdóttir, söngkona og tónlistarkennari. Kærar þakkir fyrir komin að gangi ykkur vel í þessu merkilega skrefi. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Við höldum hér áfram með annan kafla eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
Já, þá komið að leikhúsinu. Ég var sendur í Tjarnarbíó, sá þar sýninguna Kosmískt skítamix og það eru hingað komnar höfundarnir, leikararnir, viðföngin, Vala Höskuldsdóttir, Sigríður Eir Soffíasdóttir. Velkomnar. Takk fyrir. Gaman að vera viðfang. Já, vera viðfang í þessu. Þið eru söguefnið, eða ekki? Jú, það passar. Og höfundarnir og leikararnir. Yes. Þetta er mikið ykkar sýning. Já, við erum tónlistarstjórar og leikstjórar og danshöfundar og allt sem er. Ég og mig frá mér til mín. Svolítið, sko. Já, sem er gaman. Já. Herðu, það er þetta er nú allt í senn og vill líklega vera það. Þetta gæti verið leikrit, gæti verið næstu í tónleikar, næstu í fyrirlestur, næstu í svona, þetta er ekki svona frásagnar leikur sem er svona sér. Jú. Þetta er allt í senn. Heimildaleikus, jável? Heimildaleikus, já. Já, skáldæfisögulegt. Já, sjálfsæfisögulegt heimildaleikus. Skáldæfisögulegt. Skáldæfisögulegt, það er nefnilega hárrétt. Þetta er ekki að öllu leyti sannleikur þó að sannleikurinn sé mjög framarlega í þessu. Við erum líka alveg að, sko, okkur langar til að þetta sé líka söngleikur. Já. Sem þetta er. Sem þetta er. Tónleikar, sagði ég. Já, akkurat, jú. Tónleikar slags söngleikur slags skáldæfisögulegt uppgjör. Já. Örmögnun og berskjöldun. Jú. Herðu, aðeins með þetta form, að hafa þetta svona allt í öllu, svona mjög postmodernist, sem það er ekki lengur í tísku svona postmodernist. Nei, einmitt, þegar við Vala byrjum í Listaháskólanum þá var það í tísku. Þá var það mjög mikið í tísku og búið að vera alveg sérstaklega mikið í tísku, allir í svona vaðandi kaltæðni og formleysi. Og við eiginlega okkar ár kom og var svona svolítið að ögra því sko. Og fórum meira inn í einlægni og svona hið persónlega, myndi ég segja, en það eru þetta. Já, ég er að hugsa, sko, kannski er þetta einmitt það sem gerir þetta ekki postmodernist, myndi ég segja, sé einlægnin. Já, en formið er formið, já, algjörlega, af því það er þetta króniska, nei, og þetta akkurat, og þetta króniska niðurbrot, eða svona þegar áhorfandinn kannski hugsar, já, nú skil ég þetta, veit ég hvernig þetta mun verða, að þá brotnar heimurinn aftur. Eða svona, En af hverju vil ég hafa þetta þannig? Sko, það var ekki meðvitað. Ég held að það sem hafi gerst er að við þurftum að segja einhver ákveðna sögu og við gerðum það með þeim verkfærum sem við kunnum. Og þetta var útkoman. Það var aldrei meðvitið ákvörðun að bara, hei, gerum postmodernist einlægt verk sem að fellur ekki inn í neinn box. Við höfum aldrei fittað inn í neinn box. Nei, við höfum aldrei fittað inn í neinn box, kannski sko hvorki sem í rauninni manneskjur, né sem listamanneskjur. Bæði hefur við átt í bullandi vanda með að skilgreina okkur, af því við erum í grunninn hljómsveit líka og oft verið spurðar að því hvernig, í hvaða svona sjannra hljómsveitin semji lög og texta. Við höfum aldrei getað haldið okkur inn í neinu sjannra. Aldrei getað haldið okkur inn í neinu boxi, sko. Og það var einhver sem sagði einhver tíman sem er setning sem við höfum notað að hljómsveitin Eva sé, hvað var það? Feminist countryskotið punk með pop eitthvað, þetta var eitthvað svona algjör með lýrísku ívafi, eitthvað svona algjör samsögða vegna þess að formið er alltaf eitthvað sem að kemur eftir á, við vitum aldrei hvaða form við erum að fara að vinna með, af því efnið er alltaf fremst með Beach Boys-ískri röddun. Já, akkurat. Það er náttúrulega eitt sem að vantaði í upptalningunum, þetta er annað form, þetta er endurkomu tónleikar. Já, það er bullandi comeback. Já, sem er kannski það form sem er ofta sett upp niður í hörpu allavega. Já, akkurat. Það eru hljómsveitir að koma aftur. Jú, akkurat. Minningartónleikar. Minningartónleikar, já. Þetta er líka það. Já, kannski ekki minningartónleikar. Það verður kannski eftir önnur 20 ára eða eitthvað. Já, það væri við látnar. Þá væri við látnar eða komnar ansi nálægt bakkanum, grafar. En
þetta já, við ákváðum að nú var í comeback. Nú var í tími á comeback. Vegna þess að við erum búin að vera í svona ákveðinni pásu, ekki pásu, nei, en við erum ekki búin að vera að semja nýtt efni í svolítinn tíma saman. Við höfum verið að gera hluti í sitt í hvoru lagi, þannig að núna var þetta comeback fyrir hljómsveitina Evu. Við erum mættar. En innihaldið ykkar saga og bara úr hversteginum. Þaðan frá stöðu ykkar í dag litið aftur. Jú. Ég tek það fram svo að þessi ekki saga eins og hafi byrjið þetta ekki krónológísk saga. Nei, þetta er greining, þetta eiginlega svona tegund listar sem að verða svolítið áberandi sem að eiginlega allt eins rætur í svona sjálfsjálpara bókmenntum eins og Shakespeare. Þetta er eiginlega freka þar. Já. Já, þetta svolítið Shakespeare, sko. Frekar en Shakespeare. En þetta ekkert Shakespeare, en já, vissulega sjálfsjálfin nærri og það var eitthvað líka sem að það var lagt upp, það var meðvitað. Já. Og það var skrifað inn í umsóknina sem að Vala sækir styrk fyrir þessu verkefni fyrir okkur fyrir. Svo kemur fram í verkinu, akkurat. Þess vegna erum við alltaf líka smá varlegar í því hvernig við tölum þetta verk vegna þess að verkið sjálft talar svo mikið sig sem það sem gerir það einmitt eins og þú bendir á í upphafi postmodernist. Við erum alltaf að vísa í að við séum í sýningu. Eða meta. En byrjuðu okkur, við viljum ekki tala það. Jú, við viljum alveg. Það vita allir að því við nefndum Shakespeare, það vita allir að það degi allir í lokin í Hamlet. Já. Það samt fyrir fólk. Já, heldur betur. Hvað má ekki segja? Jú, það má alveg tala það. Ég er að meina að við séum kannski ekki að segja allt sem við svo segjum á sviðinu, skilurum, hvað ég meina. En það má tala verkið í alls konar samhengjum samt sem áður og margt höfum nú sagt og skýrt. Já. Og það var einhver sem að spurði daginn, já, þetta svona, Jón Ólafs, ég hitt hann í Hagkaup, hann spurði, já, þetta svona sjálfshjálparverk? Jón Ólafs, þannig að fingur fram. Já. Jú, passar. Einmitt. Þetta tilvitnun í leikritið, þessum að hafa séð að vita það. Já, akkurat. Og þannig þetta orðið eitthvað sjandra, þú veist, hún byrjaði svolítið með þetta svona á rauðu ljósi, hérna verkið Kristínar. Einmitt. Það var kannski svona fyrsta, kannski svona augljósa sjálfshjálparverkið og ég er bara mjög til í að vera í því sjandra. Er það ekki? Ég vil nú samt augra þessari staðhæfingu sem þú varst að koma með núna að það hafi verið fyrsta sjálfshjálpar. Nei. Við gerðum þetta bullandi sjálfshjálparverk fyrir 8 árum síðan eða eitthvað svoleiðis, glæðingamessan okkar. Já. Sem að var kulnun, messa kulnun. Þar sem að við, það var áður en allir fóru að tala burnout og kulnun og streitu. Þið funduðu upp. Ég segja það, já. Nei, og það olli svolítið usla. Það olli töluverðum usla, það verk. Innan kirkjunar. Já, og ýmsum sviðum. Fólki fannst það ekki endilega. Sko mjög margir elskuðu það. Mjög margir elskuðu það. Þó vorum við vændar eins og Spaugstofan á sínum tíma. Við vorum vændar guðlast. Já, guðlast og hvað trúboð. Já, mögulega. Sem var alls ekkert meiningin, sko. Nei. Alls ekki. En þetta er eitthvað sem að ég held að sé alveg greift inn í okkur og allt sem að við gerum hefur þennan tón, svona eitthvað svona sjálfshjálpartón eða sjálfsrýni tón. Við erum alltaf að vinna með þetta persónlega. Já. Ég myndi reyna að fjalla þetta að ég væri í bókmyndafræði í Háskóla, sem ég er ekki. En ég hef verið að spyrja svolítið þetta undanferðið og þetta byrjaði eiginlega þegar tók viðtal við hana Lilju Ingólfsdóttur sem að gerði Elsklig norsku myndina. Já, hún er sem magna. Og hún er nefnilega öll uppbygging og þróun persónunar er freka byggð á sjálfshjálparbókum heldur en svona litteratúr. Akkurat. Og ég hef verið að spyrja fólk þetta og meðal annars Elsabetu Jökuls þar sem að hennar ljóð eru öll ort kannski ekki inn í formi sjálfshjálparbókarinnar en sem eins konar sjálfshjálp hennar til heilbrigðis. Já. Og þannig að ef ég væri í bókmyndaræði myndi ég reyna að fara að greina þetta að sko sjálfshjálpar litteratúrin er orðið svo stór og mikill að hann fer að bera uppi
listaverk, ekkert síður en hinn. Algjörlega. Þá þetta sé náttúrulega ekki alveg þessi og hinn. Nei. Þá það samt svona önnur lögmál, til dæmis greiningin á ykkur í sýningunni. Hún frekar svona úr sjálfsjálparbókunum með ADHD og þráhyggjuröskun og kulnun og þetta allt hugtök þaðan, sko. Já. Þetta ekki angist og huggur og... Nei, það er ekki greining persóna í okkar verki myndi ekki fara fram á sama hátt og greining á einmitt persónum í Shakespeare eða þessum hefðbundnari Þá spyr ég, af hverju þetta? Ég held að sko allavega eins og ég hugsa það, þá ég bara alltaf að leitast við að reyna að ná einhvern veginn til hjartans í fólki og ég geri það með því að skoða inn í mitt hjarta ef við gerum það með því og segja hlutina eins og þeir eru í staðan fyrir að setja þá í flóknari búning. Já, og ég held að þú veist, þetta okkur fullkomlega eðlislegt, þú veist, við erum leitandi sálir sem höfum verið í mikilli sjálfskoðun og þetta okkar tungumál, þú veist, ég held að það sé ekki flóknar en það. Nei, ég held að þetta snúist líka bara smekk, þetta snýst hverju við höfum smekk fyrir og af því hún nefndir Elfstínu eða Elísabetu Jökuls að þá það til dæmis, þú veist, mitt uppáhaldsskáld og galdrabókin hennar eitt af hennar fyrstu verkum bara í sko guðatölu hjá mér, ég man ég fekk þetta í fermingargjöf og þetta bara alltaf á náttborðinu og það af því að það svo brjálæðislega mikill sannleikur í öllu og hún skrifar ekki alltaf on the nose, eða þú veist, það ekki skýrt alltaf hver meiningin en maður fær alltaf svo sterka tilfinningu fyrir því hvað skrifað og það það sem að nær til mín að hún að vinna með sjálfa sig og brjálæðislega persónulega í sínum skrifum og þannig einhvern veginn nær hún að varpa ljósi á svo miklu stærri heild og þar með mig sem mannesku og okkur öll sem manneskjur. Þannig að ég held líka að af því þú ert að tala þetta með sjálfshjálpar sjanrað að við lifum í svo klikkuðum heimi og það svo mikið aðgengi að öllum fjandanum, afsakið orðbragðið. Ég held að við séum öll bara, og við sjáum þetta svona, líka eins og í sjónvarpi síðustu ár þá þú veist, raunveruleika sjónvarp þú veist, kassarinn mestum peningum í sjónvarpsbransanum af því að og ég ekki að segja raunveruleika sjónvarp sé upp til hópa raunveruleiki en okkur þyrstir í raunveruleikan okkur langar svo og kannski sannleikan okkur langar svo að finna fyrir ykkur raunveruleika og kannski líka því við erum fyrt skilur í öllu ofbeldi og öllu blóði og öllu sem og mér gerum gröðum að sé eitthvað litið ekta akkurat nei, að okkur langar í eitthvað sem ekta og það er svo gott orð og það held ég það sem að og ég ekki líka okkur saman við raunveruleika sjónvarp, svo sannlega ekki en það sem við leggjum alltaf upp með að vera ekta. Þannig að þið geti ekki fjallað annað en ykkur. Þetta hefur verið sagt country lög að þau verða að vera þig, annars nennir ekki að hlusta. Akkurat. Poppið getur verið She loves you, yeah, sem fyrir með ykkur. Akkurat. En ef þetta gera country lag þá verður að vera einhver ást í Bíldudal eða nákvæmlega. Og það verður að vera Jón sem bröð hjartað þitt. Nákvæmlega. Nei. Þess vegna höfum við verið vændar að vera countryband þó við eigum ekkert countrylag sko. Það nú alveg að vera svona líka sko. Já. Og einhver leiti lifum við svona tíma á tímum samfélagsmiðla og svona þannig að fólk alltaf að tjá sig út frá sér. Já. En það væri voða sorglegt ef að galdur sko listarinnar að það er svona berskjöldun þar sem að ég að leika Hamlet og ríf úr mér hjartað að það sé ekki nú ekta því að ég minna hvað þú dansku prins eða hvað það þykist að vera Ég held að sé bara pláss fyrir bæði það sé alltaf pláss fyrir bæði Já, það alltaf pláss fyrir bæði og ég held að þetta snúst einmitt ekki að annað sé réttara og þess vegna nefndi ég þetta með smekk þetta er bara okkar smekkur og það sem við elskum að gera og allt okkar efni og það sem Vala hefur líka gert ein sem listakona og ég ein mitt form sviðsetning hins persónulega og það eitthvað sem bara mjög meðvituð ákvörðun að vinna út frá því og það getur maður gert í alls konar samhengjum og þú veist, sviðsetning hins persónulega tók einu sinni á sig mynd í verki sem Vala gerði mosa
það var samt sviðsetning hins persónulega og sviðsetning hins persónulega tók einu sinni mynd, ég gerði verk með mömmu minni hennar króniska skipulag sinni jarðaför sem hún hefur verið í síðan ég fæddist. Þannig að það er hægt að taka upp á arma sína alls konar efni við en ég þarf alltaf að byrja hérna og svo út og það fyrir mér var bara alltaf svona meira juicy ljósi á það sem að er verið að fjalla hverju sinni. Ég held að sé líka ógeðslega mikilvægt, með þetta mjög vel orðað hjá Jessica. Þetta, sko, hugsunin okkar, allavega hugsunin mín, er alltaf, þú veist, þegar við erum að nota þetta form og nota okkur sjálfar, þá erum við, þú veist, bara þetta við séum hluti fyrir heild. Þú veist, við erum að fjalla okkur á reyna að gera það á einst hæran og svona skýran hátt eins og við getum, til þess að verða speglar fyrir alla hina í salnum og eins og eftir frumsýninguna það sagði einhver, já það var kannski svona gott að því að það mögulega sko smá sigga og smá þú í öllum, í okkur öllum. Þannig lítur heimurinn að vera, annars myndi ekki virka sko. Já. Við verðum svo ólíka, við verðum eiginlega, gætum ekki skilja hvort annað, sem að við reynda getum ekki sko. En einhver leiti reynum við það. Við erum nógu skild til þess að reyna að skilja hvort annað. Já. Þóttu við getum það kannski ekki. Nei. Ekki til fulls. Ekki til fulls. Nei. En ég get skilið þig í mér. Akkurat. En ég get ekki skilið þig. Já. En hvernig fannst þér sýningin? Mér fannst það skemmtileg. Frábær spurning. Mér fannst það skemmtileg. Já. Og þetta svona form og ég var náttúrulega, ég er kannski leiðilegur árið, ég er bara að hugsa svona, meðal annars það sem ég er að spyrja ykkur núna, meðal annars eitt sem að kom út úr svo viðtali við hana Lilju, sem ég er alltaf að vitna í, þetta er eins og þetta stórkostlegt viðtal sem var reyndar, að þegar ég var að spyrja hann þetta, sjálfsjálfbækunar, að þá var hann að segja eitthvað í þessa veru og það verður bara þið verið að virða við með, ég er bara að reyna að endur segja þetta eftir minni. Og sagði, við lifum svona tíma þar sem að ótrúlegu fjöldi fólks er að fá rödd í fyrsta skipti, fólk sem var í einhverju stöðu þar sem hafði ekki áður rödd og þetta eru miklir umróta tímar og sem við erum að gangi í gegnum, en þetta eru stórkostlegi tímar vegna þess að þegar að allir eru búin að sem að gangi í gegnum þetta þurfa að tjá sig og endurskilgreina sko stöðu sína í heiminum og allt þetta, að þá munum við fara inn í svona nýja veröld og geta aldrei snúið tilbaka. Þannig að við erum að fara inn í sko stórkostlegan heim og þegar ég var með annars að hugsa þetta þegar ég var að horfa á ykkur, að þetta væri svona liður í þessu, þannig að verið að orða eða fjalla svona tiltekna hluti og teygja sig í sjálfsálpabækurnar og líka í músíkina og menninguna og hitt og þetta og dagblöðin og guðma við það ekki, til þess að tjá einhverja personur sem að hafa kannski ekki verið upp á sviði áður. Og sko gefa leyfi, þú veist, að því um leið og við leifum okkur að koma til dyrana eins og við erum klæddar og eins og þarna, ég strípa mig algjörlega, skilur, það er bara, ég veit ekki, ég skil eiginlega ekkert eftir. Og það gefur eitthvað leyfi, þú veist, fyrir fólki í salnum til þess að vera eins og það er og vera krumpað og vera, minnst það vera kannski svona stóri fyrir mér, svona mikilvægasti punkturinn, það er að gefa, þú veist, búa til eitthvað rými þar sem að áhorfandinn og bara sálirnar í salnum upplifa að þær hafi leyfi til þess að vera breyskar manneskjur og og þurfi ekki að vera eitthvað laumupókast með það heima hjá sér og vera fullt af skömm eða þú veist, það er kannski það er eitt erindi þarna og þú færði þetta leyfi innan sýningarinnar með því að hafa verið fyndin og hitt og þetta áður. Algjörlega. Þannig að þú sækjur leyfi á áhorfendum til þess að berskjálta þig. Já. Og gef þeim líka leyfi til þess að hlæja mér með því að hlæja sjálfa mér og hlæja sjálfa mínu veikindum, þú veist, og öllu þessu. Og það er náttúrulega eitthvað svona tónn í þessu sem að tengist þessu kannski sem vera að vitna í Lilju að hinn bugaði verður að hafa rödd til þess að við getum búið til nýjan heim. Já. Annars búið til heim þar sem hann rúmast ekki. Það er fallegt. Já, það er alveg, þetta er mjög flott setning og ég held að þetta sé sko að þessi tilvitnun sem þú varst
að fara með þú veist, og ég fullkomlega sammála, að við erum að fá að sjá miklu fjölbreyttari útgáfu af manneskjum með þessum hætti. Að engin upplifun, saga eða tilfinning svo smá að hún megi ekki vera og það megi ekki tala um hana. Og það finnst mér svo juicy. Bara einmitt hversdagurinn. Við erum farin úr þessu hérna, bara skáldin halda á sagnaleifinu, bara valdamenn halda á orðinu, bara hinir og þessir. Við erum bara öll hérna og þessi að einhverju leyti hérna, flatari struktúr sem hlýtur að vera jákvæður. Þetta gerir suma náttúrulega alveg brjálaða. Algjörlega, og ég skil það mjög vel. Það er erfitt þegar einhver... Svo helvítis fuglabyrgi, sem allir eru gargandi. Allan daginn. Og fólk að hérna, flagga veikleikum sínum. Já, akkurat, já. Það verður margir reiðir í því, Það er margt í þínu lífi sem þú getur verið stolt af. Þú farið ekki að flagga þessu. Já, þessi típa, já. Hún er mikið tekin. Hún er bara mjög fyrirferðarmikil. Akkurat, hún er mjög fyrirferðarmikil. Já. Einmitt. Og þetta er stór hættulegt að við förum þarna inn. Ef við förum allt inn að flagga alla veikleika okkar, þá getum við mist allan styrk menningarinnar og sogast niður í einhverja veikleika. Hver segir þetta? Þetta er eiginlega bara, við heyrir þetta í stjórnmálunum, þetta er eiginlega báðskapið bara Trump og Miðflokksins. Já, akkurat. Að vera aldrei að missa grímuna, að halda alltaf status sama hvað, einmitt. Við kenn aldrei mistök. Mér fyrir bara strax að leiðast. Mér fyrir alveg strax að leiðast líka inn í þessu samtali, sko, þessa kalla. En það er alveg, en við höldum auðvitað ekkert með þessu, neinu af þessu. Nei, og þú veist, mér finnst líka mikilvægast, þú veist, þegar við erum að tala að raddir allra fá að heyrast, þá er náttúrulega bara virðingin svo svakalega mikilvæg. Ég er oft fullkomlega, hvað heitir það? Vanmáttug gagvart til dæmis þeim sem eru virkir í athugasendum og þú veist öllu því sem fær að flakka virðingalaust gagvart náunganum. Það er ekki einhver menning sem ég vil taka þátt í, heldur að búa til rými þar sem að rödd einstaklingsins fær að heyrast í kærleika og virðingu. Og þetta er þannig, og það sé kannski, ég finna eins og ég er að leika mér að draga það inn í, að það sé samið inn í okkar samtíma. Og þá erum við allt öðruvísi heldur en til dæmis, hvað heitir verkið með langa nafninu upp í Borgarleikhúsi. Skammar þrýrningurinn. Já. Þar er það verið að afgressa, en á meðan að ykkar er eins og annar heimur, sem er svona fallegur og ljúfur og já, og við byrjum náttúrulega á því að í rauninni skikka áhorfandan eða bjóðunum allavega að taka inn sýninguna með hjartanu en ekki heilanum og ekki með greiningarvélinni. Ja, það er náttúrulega markmið sýningarinnar að við rennum eiginlega saman bara við aðeins vitunduna í einhverjum ógnarkrafti eftir þessu. Já. Það er æðsta markmið. Þið nenni ekki að fara fram úr fyrir minna. Nei. Og ég þú veist, ég gekk í gegnum bara langt tímabil, eins og margir sem eru listmenntaðir. Nú, þú veist, við erum báðið með BA í leikhúsfræðum og svo masterskráðu líka. Og ég fekk algjört ógeð, þú veist, ég misti tengslin við bara töfrabarnið í mér. Þú veist, ég elskaði leikhús mest af öllu þegar ég var yngri og svo bara innbyrði ég allt og mikið af leikhúsi og lærði að greina það með haustnum og ég fekk ógeð og tók alveg nokkur ár þar sem að ég fór bara lítið sem ekki til leikhús og mín leið tilbaka var að bara aftengja krítikinn og allt það sem ég er búin að læra hvað sé gott leikhús og öll fræðin og alla bókmennta alla akademíuna bara taka nú sambandi og hlusta á leikhús hér og þá var aftur gaman. Það var aftur gaman. Já, ég er sammála þessu. En ég bý aldrei til leikhús, ég ætla bara að segja, ég mun aldrei aftur búa til leikhús fyrir heilan á fólki. Vá.
Þetta flott, ég held þú sést samt að smá að ljúga af því að þetta leikur sem við vorum að búa til bara mjög mikið fyrir heilan á fólki en það gerðist óvart. Það gerðist bara óvart og með framskilur það má alveg hugsa eitthvað smá en Þetta þessar greiningar sem ég nefndi náðan, það allt heiladótt. Það ekkert að því hjartadótt. ADHD greiningin ekki frá hjartanu. Nei, en sannleikurinn það skilurðu auðvitað, slæðist alls konar með en þá meina ég kannski svona hjarta fyrst og heilin má svo koma eitthvað eftir. Þannig það svipað að fara að leita listin í listaháskólanum eins og sagt þá sem að leita Guð í Guðfræðinni. Við finna hann aldrei og ef þeir hafa átt eitthvað Guð þá týnar hann þar. Já. Ég mitt prófaði Guðfræðina á tímabili. Fannst ekki Guð? Nei. Ég fann bara svakalega leðilegar kirkjusögubækur. Já, ég held að þetta gerist fyrir okkur öll af því að ég hef oft hugsað bara, hefði ekki verið gaman ef ég hefði bara ákveðið að vera bara eitthvað allt annað og hefði svo verið í áhuga leikfélagi af því að ég var í því náttúrulega fyrst flest okkar byrjum þar í einhverju menntaskóla leikfélagi eða einhverju áhuga leikfélagi í sveitinni eins og ég var í og að þar var bara gaman þú veist og það var bara leikgleðin og allt bara listin þú veist fyrir listina og hópeflið og stemningin og eitthvað svo fer maður inn í skólan og færi með öll þessi glerugu og svo verkefnið held ég einmitt að leyfa sér öðru hver að taka niður þessi glerugu til að finna aftur sprúðlið. Já, bara losa sig við öll einhverjum tímapunkti henda öll upp í loft og bara sjá hvað eftir Já. Þú veist, það svo leðilegt að lifa í heilanum. Já. Þetta gæti verið svona ágalla akademíunar eða þá að akademíun hafi fengið að taka yfir listnám. Listnám ætti náttúrulega að vera besta námið þar sem þetta bara þjálfa persónulega leikni. Já, og það það. Það hljómar eins og við séum eiginlega ósáttar við listnámið. Það komið fyrir kenningar með sem verið að þetta akademískt nám. Já, svo bara gerist það líka bara fyrir einstaklingin heldur ég líka. Maður óharðnaður og fer allt í að taka sig svo alvarlega. Nú ég allt í orðin menntaður listamaður með eitthvað stimpil og okkur gráð og þá þarf ég að setja mig ykkur stelling og nú sest ég inn í leikhús og ég að hugsa þetta nú gott og þetta vont og maður fer í eitthvað svona, ég held að flestir upplifi þetta, maður fer í eitthvað svona dómarasæti eða gaggrínendasæti eða eitthvað svoleiðis sem og svo fattar maður bara að það ekkert gaman að sitja í þessu sæti og þannig að það kannski ekki námið sjálft sem að gera þetta við mann heldur einhvers konar status eða staða. Má ég samt spyrja ykkur, það ekki samt að námið ef það búið að setja þetta í svona akademískt form? Já. Af því að ég kem úr blaðamennskunni og það til fyrirbrigði sem heitir fjölmiðlafræði sem að tengist blaðamennsku ekki neitt og maður segir stundum svona þeir eru svona dýrafræðingar, ég apinn þú veist, kemur bara dýrafræðinni ekkert við. Nei, einmitt. Þannig en ef að ég ætla að reyna að stunda blaðamennsku út frá fjölmiðlafræðinni þá myndi ég bara kafna einhvers staðar í einhverjum kennisetningum. Já, ég vil fá að svara þessu af því ég búin að hugsa mjög mikið þetta það til þess að klára sem þú varst að segja að þá ég sammála, ég held þetta sé núna 13 árum setna sé ég þetta sem einhvers konar ferli þú veist, að maður bara þú veist, maður þarf að læra alls konar en partur af lærdómnum að aflæra það svo þú veist, og standa svo uppi og vera búin að henda í burtu megnun af því sem þú nokkuð tíma lærðir og velja og kannski bara þú veist kannski einhvers staðar reyna að heyra þennan kraftbirtingar hljóm innra með þér en hitt með akademíuna og listina að því ég sammála og ég fann mjög mikið fyrir því innan þú veist í námi að það þú veist að kom einhver tímapunktur þar sem að listin og listaháskólinn varð varð að mastersnámi og varð að þú veist svona varð að háskóla leiklistaskólinn þá kemur einhver svona tendens, einhver svona minnumáttakend þar sem að listin þarf að sanna fyrir akademíunni að hún sé víst akademísk og þá eru teknir upp alls konar kennsluhættir, það mjög mikið að ritgerðum, það mjög mikið að fræðum, það mjög mikið af bara svona verkfærum akademíunar tekið upp innan listarinnar
á kostnað finnst mér bara innsæis og þessara svona náttúrulegu leitar listamannsins þar sem hann einhvern veginn í, þú veist, að leitast við að vera í einhverju tengingu við, þú veist, við þetta eitthvað sem að færir okkur listina. Sem kannski erfitt að forma nám í innan svona skóla. Já, algjörlega. Þú verður bara að finna út úr þessu sjálf. Já, en sko, en svo mjög áhugavert sko, svo núna þá þróun akademíu á mörgum sviðum þannig að hún fann að sækja mun meira í verkfæri lista og sköpunar og innsæis þú veist og alls konar og að einhver leiti verður sko listin allt í einu komin eftir á þú veist eins og til dæmis bara hvað mennur eftir á? Nú er ég búin að missa þig. Jú, sko, þú veist, það eru önnur, þú veist, fög innan akademíunar, ok, þetta er flókin hugsun. Þetta er að hugsa upp átt. Ég er að hugsa upp átt. Það eru önnur fög, hvað ég segja, mannfræði, svona félagsvísindafög. Félagsvísindafög sem eru komin í rauninni lengra heldur en listin núna í að sleppa hierarkíu akademíunar. Já, ég skil hvað meinar. Þú veist, en listin er svolítið veik og vill sanna sig með að vera eins og hinir. Já, akkurat. Alveg eins og þeirra listamenn grát alltaf fyrir að vera að fara rök fyrir því að þeir hafi efnarslegan tilgang í samfélaginu. Einmitt. Þá gráta þeirra þakklæti. Nákvæmlega. Yfir að fá að vera einhvers virði. Akkurat. Sem er eiginlega vitlausasti mælikvarði sem hægt að leggja á listinu. Já, akkurat. Algjörlega. Og nú erum við nefnilega bæði að tala sem listamenn og að við erum líka báðar kennarar. Þú veist, og maður sér þetta nefnilega í auknum mæli að kennsluhættir eða kennslufræðin, það eru allir núna í því samfélagi að tala fyrir því að sækja meira í verkfæri listar inn í kennslu vegna þess að það er í rauninni það eina sem að líka við höfum fram yfir alls konar tækni hluti og gervigreind og ýmislegt sem er þetta flæðið og sköpunin innra með okkur. En er það þannig? Ég hef átt börn í grunnskóla og mér sýnist að það var meiri sungi þegar ég var í skóla. Það var meiri myndlist þegar ég var í skóla. Ég er ekki að segja það var meiri leiklist þegar ég var í skóla. Nei, absolutt. En núna er bara, þetta er það fyrsta sem er hengt út. Það maður hugsa býtu, ef það ætlar að undirbúa krakka fyrir óvissa framtíð, þá eru listnám það besta sem við getum gert. Heldur betur, ég er ekki að segja að það sé komið inn í grunnskólakerfið, svo sannarlega ekki. Það vilja ná því aftur. Akkurat. Þetta eru frumkvöðlarnir sem eru núna að hugsa hvað þurfum við að gera og þetta er grasrótarstarfsemi sem að samtalið er þar. Þetta er svo sannarlega ekki komið inn í kerfið og mun örugglega taka mjög langan tíma til þess að við sjáum gróðan í því, sko. En að þú varst að tala um amatörleikhús og svo erum við að tala um listnám. Já. Og er þá munurinn á listamanni og amatör er að listamaðurinn veit hverju hann hendir, sem hann vill ekki, en amatörinn veit það ekki. Góð spurning, einmitt. Já, ég hugsa það sé að einhverju leyti rétt og ég er þakklátt fyrir fræðin vegna þess að ég veit á hverju ég stend, hvort ég stend í fjöru eða á bjargi eða í skógi hverju sinni. Ég skil hvar ég er stödd af því ég hef fræðin á bakvið mig, hvort sem ég svo ætla að sækja í þau eða að halda á þeim í fanginu eða hvort ég vil sleppa tökunum af því. Þannig að ég hugsa að það sé, já, ég meðist þetta alveg vel orðað, sko. Að skilja eitthvað samhengi maður stendur. Minn niðurstaðan hlýtur að vera ólík. Það er náttúrulega meiri færni líklega, þegar við fikk færni. Jú, kannski á einhverju leyti. Kjark. Hvað segirðu? Kjark. Já. Til þess að gera öðruvísi hluti. Já, og bara eitthvað umboð, þú veist. Að maður megi gera það sem maður er að gera og megi kalla það einhverjum nöfnum. Ég hugsa að ef við værum ekki báðar með 7 ára listrænt háskólanám á bakinu, að þá myndum við örugglega ekki... Það hefði aldrei þorað að gera þessa sýningu. Nei, af því að þá myndum við örugglega að upplifa að hún væri bara of einföld eða of lítill skáldskapur eða of eitthvað, þú veist. Þannig ég held að Það verður ofleik eitthvað. Já, ég hugsa þú veist að með öllu þessu námi og öllum fræðunum sem við erum búin að læra og ákveða að sleppa tökunum á, að þá höfum við ákveði leyfi.
Er það eitt sem ég hugsaði að því að þetta fjallar svolítið berskjöldun og sérstaklega þú svona berskjaldar þig í verkinu svona einhverja stöðu sem hefur ekki þótt, hvað við segja, aðdánaverð, verið svona einhver skömm yfir og þarfum til göttunum. Og ég velti fyrir mér, þetta og þú gerir þetta upp á sviði. Er merkingin að við ættum öll að gera þetta, berskjald okkur, eða þú að gera þetta fyrir okkur? Er ég ekki eins og Kristur? Það gerir þetta fyrir ykkur. Svolítið Jésu komplex. Já, það í rauninu hugsunin. Ég að spyrja Jésu, af því að maður veit ekki alveg með hann. Ég spyrja Jésu, nú að tala við þessum Jésu. Já. Af því að maður veit ekki alveg með hann, hvort að allt sem hann gerði sé okkur til eftirbreytni. Eða hvort að hann hafi gert eitthvað vegna þess að hann gata. Einmitt. En ég að spyrja í alvörinni. Hvort að erindi vexti sé það að við ættum raunverulega, því ég þekki fólk sem hefur sagt þetta, maður sem reynda dáin núna sem sagði að má alltaf að segja frá sér því að annars ertu bara að ræna aðra samkennd. Þannig að maður að flytja við ættum að við okkur bara skylda til þess. Já, ég veit ekki með skylduna en ég held samt, nú ég mjög mikið alin upp í 12-spora-samtökum og þar menningin mjög mikið svoleiðis að við, fólk segir opinberar og talar í öruggu rými sína bresti og sína vankanta og staðinn sem að fólk á og það eitthvað beautiful sem gerist þar og ég trúi því raunverulega að ef að við myndum gefa okkur leyfi til þess að gangast við og opinbera staðinn, þú veist, deila með hvort öðru þessu ferðalagi sem við erum öll á sem manneskjur á þessari jörð, þá væri heimurinn miklu betri staður. Þessi sammála. Ég myndi segja að þú væri bæði Jesús Kristur í þessu samhengi, ég var þetta að síga hjá mér. Bæði Jesús Kristur, en við erum líka samt að sýna einhverja leið sem að við myndum, sem við mælum með fyrir fleiri. Og ég held að það að berskjalda sig og tala eða bara blotta sig verði alltaf til þess að samskipti geta orðið dýpri og betri, fólki getur liðið betur með sjálft sig og svo þetta eitthvað sem að ég bara kenni nemendum mínum upp í, ég að kenna úlingum með 16 til 19 ára krökkum í Fjölbrautaskóla í öllu hópastarfi, sérstaklega ef þú ætlar að vinna lengi saman að segja hvaða hnökrar getur mögulega komið upp. Ég svolítið óstundvís. Það eitthvað sem ég má æfa mig í. Þar með ég búin að gefa leyfi fyrir því að þú getur sagt, hei, æfa því þessu. Það er smá erfitt þegar þú ert að gera þetta. Það kemur niður á mér, bla bla. Leið og við erum búin að orða eitthvað, þá það hætt að vera hættulegt og þá það ekki hlaðið og ég held að það sé bara í öllu falli alltaf betra, hvort sem það smátt eins og óstundvísi eða hvað við erum að fjalla sko. Já. Og það gerir hinum auðveldara að sýna því skilning, sýna því samkennd og dæma það ekki, segja ekki Sigga sem ekki fáviti, hún alltaf svo sein en skýtsam okkur öll. Akkurat. Heldur að skilja að það býr eitthvað annað að baki. Og leið og ég veit að þú veist hvernig þú ert, að þá miklu auðveldara fyrir mig að annarkvort umbera það eða finnast æðislegt eftir atvikum. Já. Ég held það. Þannig að þú breytist, værður eitthvað annað. Akkurat. En ég held að við séum ekki endilega berjast fyrir því að allir búi til sjálfshjálpar æfisögulegan söngleik og beri fram alla sína bresti í Tjarnarbíó, skilurðu. Kannski fleiri. En kannski fleiri og kannski bara líka heima hjá okkur, skilurðu. Já. En svona mætti þetta vera heimurinn. Þú talar örugg rými inn í 12-spora-samtökum sem náttúrulega mjög sniðugt öruggt rými sem meðal annars það að þú talar bara einu sinni og það talar enginn ofan í þig og spyrði enginn, en þú bara, þetta eins og þið eru með að hluta til. Þetta svona eins og í óperunum, þetta innra tal sálarinnar.
sem svona út í sval, óviss meðtakandi en frá mínum hjartarótum. Og sem svona svið sem að ég hef spáði lengi að óperan hljóta að koma aftur út af þessu. Að hún passi svo vel við okkar tíma einhvern veginn. Hún svo Facebook-status. Það er bara út í loftið. En það örugt rými lykilatriðið og þá hlýtur að vera einhvern veginn sorglegt að við lifum í heimi þar sem að það ekki alveg örugt rými á því að opinbera sig. Nei. Já, það bara mjög sorglegt. En á sama tíma líklega aldrei fleiri verið að því heldur en okkur núna. Nei, en það er opinberun og opinberun, þú veist, og þú nefnir eins og Facebook status. Á Facebook status eru svo mörg layer eða svo mörg gluggatjöld fyrir þér að það er engin leið að vita hvað er hvað. Það er, ég myndi segja að það væri svona fjærst opinberun sem þú getur komist að setja Facebook status af því að ef veit ég hvað ég meina. Það er eiginlega svona formið af því að það sem þú talar frá sjálfur þér. Jú, akkurat. En þetta er eiginlega hróp út í tómið. Þetta er hróp út í tómið. Aría getur verið í óperur. Akkurat, þetta er hróp út í tómið en þetta er líka, þetta er meira einhverjar, ég upplifi þetta meira bara svona eins og einhver tilkynning, skiljur. Það hálsökva eitthvað á torginu og það rópar einhver hér og þetta er meira þar fyrir mér. Það er miklu meira drama og miklu meiri búningar í Facebook status heldur en í því sem við erum að tala fyrir sem er svona einhvers konar hjarta til hjarta og ég veit að já, það eru margir sem upplifa sig vera að opinbera sig sem að og deila af sér en mér finnst það ofta ekki endilega kannski vera í einlægni og ég er ekki að tala um neina sérstaka, ég er að tala um eitthvað form, þú veist. Það er eins og að segja raunveruleika sjónvarpsþáttur sé opinberun og berskjöldun. Það er ekki allir einlægir þar? Nei, sem við vitum hann er ekki. Hann á að vera raunveruleikin en er það ekki. Já, ég veit ekki hvort ég er að segja eitthvað sem skiptir máli. Þetta er eitthvað tilfinning. Já. Sko, erum við að tala virka í athugasemdum, við erum að tala hatursorðræðu, við erum að tala þú veist, er það sem við erum að tala Nei, þú veist að við erum að tala að það var betri heimur ef allir myndu segja frá. Og þá hefðu við meiri möguleika á því að bæði fyrir okkur sjálf og líka samfélagið. Þegar þú nefndir 12% þá er eitt af því sem að til dæmis fólk lærir að fyrirgefa sjálfur sér með því vera að hlusta á aðra. Já, en þar lærir fólk líka einlæga tjáningu. Já. Og þar lærir fólk hvernig er gott að tala hlutina þannig að þeir hafi eitthvað gildi fyrir mig sjálfa og aðra. Einmitt, þar sko í rauninni væri samfélaginu mjög gott að læra sko, það eru svona það eru bara þykkir bæklingar inn á 12-sporafundum sem að fjalla góða tjáningu og ég held að fundamental punkturinn sé þegar sko þú hefur fullt leyfi til þess að tala þig svo lengi sem það særir ekki aðra en þetta gefur ekki, ég má ekki fara á 12-sporafundi að tala þig fyrir framan alla. Þetta verður lítill tilgangur í því. Það verður lítill tilgangur í því, en það gera margir. Ekki inn í 12-spora, ég er að tala bara það í samfélagi, þegar við erum að tala samfélagi sem heild, það eru mjög margir sem að tala kannski fyrst og fremst hina. Og það, þú veist, það hefur ekkert upp á sig. Þú veist, mitt hlutverk í þessu lífi er að, eins og véfréttin í Delphi sagði, know thyself, þú veist, það er mitt hlutverk. Þitt hlutverk er að spá í þér, sko. Og svo finnst mér sko berskjöldun vera eitt og svo er einhvers konar opinberun eða tilkynningar, allt annað. Af því mér finnst mjög mikið af tilkynningum við það. En kannski ekki... Og skoðunum á öðrum. Og berskjöldun annara. Og svo, já, akkurat. En svo er það berskjöldun bara ég hér og nú. Svona er ég. Ég veit að ég er að draga verkið svona út í samfélagið. Já, það er sniðugt. Það mætti samt vera þannig að við mættum taka svona countryið til viðmiðunar. Þegar við erum að tjá okkur svona, ég meina, er þetta þú sem átt að tala eða halda sig við það? Þá sért ekki mikið að semja texta aðra.
Það verða svona aðeins þig þig, ef við erum að taka markað. Ef við erum að tala já, í samhengi tjáningar, þá er ég alveg sammála því. Þannig vantar í það einleggina. Já. Herðu, en þetta í Tjarnarbíói og það er bara skamt að fá að sýningar, eða ekki? Já, við erum að, það eru 4 núna framöndan allavega og fólk verður að drífa sig, ætlar að fá að sjá þetta. Já. Tjarnarbíó er mjög þétt setið nefnilega. Þannig það er alveg sama hvort að sýningar ganga vel eða illa, að vagnin er bara farinn. Það er svolítið þannig, sem er náttúrulega bæði mikið gleðiefni og hryggð. Það er frábært hvað sjálfstæða sennan er brjálæðislega framleiðin, sterk og svo mikið skemmtileg og svo svakalega meiri hluti skemmtilegra sýninga hverju ári eru þarna. Akkurat sjálfstæða sennan, já, og ef eitthvað má taka mark á grímutilnefningum að þá er sjálfstæða sennan að reppa þær í meiri hluta síðustu ár sem er geggjað. En Svo er húsnæðisvandi. Það er þannig. Það er eins og svona 1-2 sviði. Já, nefnilega. Til dæmis þess að mæta þessu, segjum eitthvað sýning, það voru margir að minni, sýningunni sem ég fór á, óvinni margir með við Tjarnarbíó. Það var nú bara uppselt. Og setið upp eftir öllu. Já. Og ég sko heyrði að það er í farvatninu einhver inn á þingi hugmyndir meðal annars að gera iðnó að einhverju framlengingu að Tjarnarbíó. Bésvið. Það væri frábært. En er þetta ekki gamla slökkvistöðin að það verið hliðina? Má ekki bara brjóta hann á milli eitthvað? Einmitt. Ég veit ekki hvað er hann að. Það er svona húsgarður. Já, einmitt. Akkurat. Ég veit ekki alveg hvað svona hús þetta er. Nei, einmitt. Já, það er allavega það vantar. Það er allavega víst að það vantar, já. Það vantar allavega annars svið ef ekki 2. Já. Til að einmitt að þeirra vel gengur að það sé hægt að bæta í. En allavega Borgarleikhúsið hefur opnað sína sali fyrir öðrum sýningum, sumar sem hafa verið í Tjarnarbíó hafa flust þangað. Já, akkurat. Og einhver liti Þjóðleikhúsið. Þjóðleikhúsið líka, jú, þau eru ofta bjóða svona samstarf sýningum inn í samstarfi við sig, sko. Þjóðleikhúsið fær nýjan sal og það getur vel að þeir horfa á þannig að það sé sem sagt leikhópurinn sé með 60% sýningunum og svo þessi hitt gert í einhverju samstarfi. Akkurat. Jú, það er eitthvað svoleiðis. Leikhúsin hafa bæði held ég alltaf tekið inn einhverja sýningar á hverju leikári. En sjálfstæða senan gerir skemmtilegustu sýningarnar en þetta er bara hark eins og kemur það er náttúrulega sýningin er að svona það. Já. Þetta er það og það, þú veist, ég man mjög vel eftir fyrsta skóladeginum okkar, Völu í Listaháskólanum þegar við vorum að hefja námi á Sviðsöndabraut og þá sagði deildarforsetinn við okkur bara velkomin og til hamingju með að vera komin hingað en ég ætla að segja við ykkur eitt áður en að ég held áfram með kynninguna og það er ef þið getið gert eitthvað annað. Ef þið getið mögulega hugsað ykkur að gera eitthvað annað. Já, þá skulið þið bara ganga út og gera það. Og ég var bara, wow, er þetta sérstakt? En svo er þetta bara alveg rétt. Já. Og það sem maður kemst að, það gerir þetta enginn nema hafa fyrir því brennandi ástríðu og í rauninni bara þörf til að lifa. Og ég hef komist að því, ég hef alveg reynt að gera aðra hluti af því ég er með 2 ástríður, það er bæði uppeldis- og menntamál og svo list, tónlist og leiklist og svo hef ég reynt að gera aðra hluti og oft hugsa að ég ekki reyna að verða bara rík eða eitthvað, skilur Það er mjög klár. Já, því ég er greiðlega klár, ég getur verið klárið rík í einhverju samhengi. Sokka eða eitthvað, þú veist, en ég verð að skapa og ég verð að vera inn í listrænu umhverfi til þess að bara halda lífi, sko. Já. Og þess vegna er ég leiklistakennari, skilur, þannig að Ég meðfram. En það er það sem maður þarf samt að gera. Ef maður ætlar að vera sjálfstætt listamaður á Íslandi þá þarf maður að hafa eitthvað meðfram. Það er 0,1% atvinnuþátttaka listamanna. 99,9% atvinnuleysi. Ha? Segðu þetta aftur. 0,1% atvinnuþátttaka listamanna í svona atvinnulífinu sem fólk var að borga fyrir það sem er að gera og 99,9% atvinnuleysi. Sem þýðir það er 0,1% sem að ná að lifa eingöngu á list sinni. Akkurat. Ég get alveg keypt þessa prósentu, sko. Já.
Þannig þetta það sem að maðurinn eða konan, ég veit ekki sem var að reyna að segja ykkur þegar þið voru að byrja í námi. Akkurat. Þetta ekki leið til þess að hafa góða vinnu. Nei. Alls ekki. Nei. Og þetta leið til þess að hafa ekki. Já. Þetta akkurat það. Og leið til þess að hafa stöðugar áhyggjur af innkomu og peningum. Afkomu kvíði, 101, afkomu kvíði, 102. Já. Hins vegar held ég að listnám, allavega hef ég upplifað það að þetta nám er einna besti undirbúningur fyrir fjölbreytta þáttöku í alls konar öðru atvinnulífi líka. Það er mín upplifun. En kannski þarf það að vera Það mættu vera fleiri sem að geta lifað að búa til list. Það væri svo sannarlega betri. Og vantar fleiri leikrit og ljóð og vantar að orða fleiri hugsanir og tilfinningar. Algjörlega og bara skapandi flæði í samfélaginu sem heild. Það er svona hjálp í því að missa ekki alveg vitið að njóta lista sem er að reyna að fjalla manneskjuna og tímann sem við lifum. Já. Það mætti vera fleiri heldur betur. Heldur en kannski fréttaskýringaþættir á YouTube eða svona spjall. Já, nákvæmlega. Er það gaman að fá ykkur að tala svona út frá efninu, eins og sagt er? Já. Gaman að tala við þig. Vala og Sigríður Eir eða Sigríður? Sigríður Eir eða Sigga. Sigga? Já, ég er alltaf bara Sigga núna. Já. Vala og Sigga, takk fyrir spjallið. Takk sem við leiðis. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Jæja, krakkar. Þetta síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Já, við ætlum að ræða náttúruhamfarir. Katla og máttur þess gríðaröfluga eldfjalls hefur orðið Þóri Kjartansinni ljósmyndara hugstæð. Hann býr í Vík og hefur undanfarið birt myndbönd sem ég hef rekið augun í á samfélagsmiðlum með ýmsum fróðleik og þar á meðal upplýsingar ævaforn fangamörk í Helli sem nú er búið að sópa ríkinu af, ef svo mætti segja, fangamörk manna sem unnu sér það til lífs að hafast við í hellinum á meðan Katla spjó, eldi og eimirju. Og ef tæknin er ekki að svíkja okkur, þá ætti Þórir að vera á línunni frá Vík í Mýrdal. Komdu blessaður, heyrur ekki ágætlega í mér, Þórir? Jó, blessaður, ég heyri bara vel í þér, já. Gaman að hafa þið með okkur hér við rauðaborðið á samstöðinni. Takk fyrir að taka vel í erindi mitt að heyra í þér. Mér langar kannski að byrja áður en við förum í þessa merku sögu sem ég nefndi í inngangnum að spyrja svona aðeins víðar og almennt. Varð Katla þér snemma hugstæð? Manstu hvenær og hvers vegna svona áhugðin á þessum hamförum og þessari hrikalegu eldstöð vaknaði? Já, það er nú alveg ástæða fyrir því að ég er ættaður hér austan úr Hjörleifshöfða. Já. Og faðir minn Kjartan Leifur, hann var í Höfðanum 1918 þegar að gaust, 23 ára gamall. Já. Og sagði mér auðvitað, skrifaði þetta reyndar, dálítinn pistil, en sagði samt alltaf að það var ekki hægt að lýsa þessum hamförum með orðum einum. Þær höfðu verið svo miklar. Já. Nú svo á ég eftir að rekja lengra, afi minn Markús Loftsson, hann skrifaði og gaf út 1880 lítið hver rit jarðeld á Íslandi. Já. Sem að þar er náttúrulega talað Kötlugosinn eins og aðra jarðeld á Íslandi og þetta þótti nú svolítið merkilegt að bónda á afskekktum bæ austur í Mýrdal að gefa þetta út. Já, því trúi ég. Og svo svona til þess að krydda nú söguna ennþá betur að þá er ég líka komin út af fólkinu sem að misti allt sitt þegar bærinn í Hjörleifshöfða fór í gosinu 1721. Nú. Ólafur Ólafsson og
og Sigríður Jónsdóttir, þau áttu heima í gamla bæjarstaðnum, vestan undir höfðanum, þar sem talið að Hjörleifur hafi byggt og bærinn staðið alveg frá landnámi. Já. Og svo kannski þess sem ég nú svona reiknastur allavegana, læt ég það í veðri vaka, að ég átti líka formóður sem hét Jórunn Guðmundsdóttir og hún bjó á stórbýlinu Höfðabrekku árið 1660 þegar að Katla tók þar bæinn og kirkjuna. Ég líka afkomandi hennar og þeirra hjóna, Vigfúsar og Jórunnar. En Jórunn, hún varð eftir dauða sinn frægasti draugur okkar Mýrdælinga, Höfðabrekku Jóka. Já. Ég hef mjög gaman af að segja frá því. Já. Sko, hérna, hægt að fletta upp í þér eins og spjaldskrá? Veistu, ef ég spyr, sko, hvenær fyrstu heimildir í annálum eru Kötlugos? Já, það nú í þessum Kötlugossasögum þá nú talað 894. Já. Fyrsta gos í Kötlu sem eyddi þá Dynskógahverfinu sem var margir bæir norður og vestur á Álftaveri. Já. Það kannski aðeins spurning hvort að þarna gæti verið eitthvað að blanda saman Kötlu eða Eldjárgosinu sem var þarna með rétt fyrir 940. En allavegana þá eyddist þetta Dynskógahverfi í gosið þarna þetta leyti og síðan hélt Katla áfram í áranna rás að eyða þessum byggðahverfum sem að örugglega voru þarna á Mýrdalssandinum. Lágeyjarhverfið sem var þar vestar á milli Hjörleifshöfða og Dýralækjarkvíslar. Segja sögurnar að það hafi eyðst í gosið 1311. Já. Og reyndar fyrr sem að til skrifleg heimildum eyddist bæjahverfi heilmikið með 10 eða 12 bæjum og 2 kirkjum á milli Hjörleifshöfða og Hafuseyjar og var kallað Höfðaver. Já. Þannig að, jú, það eru til það eru til skriflegar heimildir í biskupahannálum þegar þetta Höfðaver eyddist. Það var rétt fyrir 1179. Já. Sko, þessi umbrot hljóta hafa haft gríðarlega áhrif á byggðasöguna og viðhorf og svona kraft og hugrekki þeirra íbúa sem að urðu fyrir mestum syfjum. Þekkirðu það hvort margoft sem sagt jarðir eyddust lágu niðri og svo kemur einhver og ákveður að prófa aftur en engin veit hvenær gís næst eða hverjar afleiðingarnar verður þá? Þekkirðu svona, hvað ég segja, félagssöguna í kringum öll þessi gos, alla þessa sögu? Já, sko, eins og ég segi, sko, Katla náttúrulega búin að eyða alveg ótrúlega mörgum bæjum hérna á þessu svæði. Já. Mýrdalssandurinn alveg frá Múlakvísl og austur á Kúðafljóti. Já. Í seinni tíð, í seinni gosum þá nú oft sagt að eftir öskufalli þá töldu menn að þessi jörðin yrði algjörlega óbyggileg. En það var nú oftast nær virtist nú vera eins og þetta mikla öskufall að það skolaðist af og þykji í burtu. Svona meira heldur en menn héldu kannski þegar þeir horfðu á þetta svona fyrst eftir að þetta gerðist. Já. Þannig að, jú, það hugsanlegt að hafi farið bæir þarna í eyði efst í Skaftártungunni, allavega að hjálpa til við að þeir lögðust í eyði eftir 1918. Já. En það svona ekki mikla sagnir þetta, þessi mikla eyðing á jörðunum og bæjum gerðist fyrr á öldunum og það til dæmis búið að vera að grafa upp rústir af stór bílum þarna á svæðinu frá Dýralækjarkvíslinni, austur á Álftaveri og suður af Álftaverinu. Já. En þeir bæir hafa kannski ekki endilega farið í vatnsflóðunum. Þeir hafa alveg eins farið
farið kannski bara af sandfoki og það hefur orðið óbyggilegt. Farið af sandfoki svona á eftir gosin og þannig fór síðasti bærinn á Mýrdalssandi í Eyði sem hét Bólhraun. Þar varð óbyggilegt eftir gosið 1823 út af sandfoki. Já. Sko, ég get sagt þér til gamans, ef við getum sagt að það sé gamanmál, það það nú í sjálfu sér alls ekki, en ég get sagt þér svona til marks það hvaða alvöru ríkisútvarpið hefur sýnt næsta Kötlugosi að þegar ég vann þar upp úr aldamótum, held ég að hafi störð þar, var þar í allnokkur ár, þá var til alveg sérstök mappa og sérstök viðbragðsáætlun við því hvað við fréttamenn ferillinn, hvernig við myndum bregðast við þegar næsta Kötlugos hefst. Og mér minnir að það hafi ekki verið neitt annað eldfjall sem átti í sér svona, eigin möppu, sérstaka viðbragðsáætlun. Það segir ákveðna sögu, ekki satt? Jú, Katla náttúrulega mjög hættulegt eldfjall og það eitt sem við vitum ekki því að 1918 voru auðvitað ekki komnir jarðskjálftamælar og þessi mælitæki, GPS-tæki sem nú eru og maður kannski að vona og mér þykir það mjög líklegt að fyrirvarinn verði lengri heldur en að var hér áður. Það nú, og þetta mjög vel vaktað eins og þú segir og þetta var þarna í kringum 1970 sem að var virkilega farið að gera hér svona, almannavarnar áætlanir hvernig yrði staðið að málum ef að Katla bæra á sér. Einmitt. Og það víst engin lygi að það ekki Katla sem hafið áhrif á frönsku byltinguna? Já, það sagt svo, já. Ég hef nú kannski frekar heyrt talað Skaftárelda í því sambandi, sko. En það hugsanlegt Katlagaus nú þetta þessu gríðarlegu gosi 1755, þannig að þetta var nú mjög nálægt hvort öðru, sko. Akkurat. Já. Þetta ótrúleg saga og mér fannst líka ótrúlegt, Þórir, þegar ég rak augun í það tilviljun á einhverjum samfélagsmiðli í síðustu viku að það til frásögn menn sem að voru á ferð, ef ég skil þetta rétt, þegar allt verður vitlaust. Viltu segja okkur þá sögu sem ég að vitna til, þá sem ég talaði hér í inngangi hellinn og fangamörkin? Já. Það var þannig að í gosinu 1755 og það skrif það gos eru mjög áreiðanlegar heimildir, skrifaðar af 3 mönnum og Jón Sigurðsson sýslumaður hét einn, Jón Guðmundsson prestur í Sólheimaþingum og svo Jón eldprestur Steingrímsson sem var þá nýkominn hérna í Mýrdalinn. Og þar sagt frá þessum mönnum sem voru við skógarhögg í Hafursey. Og þeir voru 4 þar, en á sama tíma eru 2 útvegsmenn á leið úti við Mýrdalssand. Og þá sjá þeir hvað í gangi og komust upp í Hafursey og þar héldu þeir til í helli sem þarna sunnan í eynni og heitir Sel. Og komust til byggða eftir 6 daga. Voru þarna teftir í hellinum í 6 daga. Og ég náttúrulega kunnugur þarna í Hafursey og vissi hvað þessi hellir Þetta var nú svona það bil að tínast þessi örnefni þarna. En ég fékk þarna nokkra félaga mína með mér og við fórum og mokuðum út úr hellirnu sem var að fyllast af jarðvegi og öðru eins og gengur þegar með svona hellisskúta. Hvenær var sá mokstur? Það var 2005-06 sem við fórum í þetta. Og við vorum ekki búin að lækka gólfið mjög mikið, kannski 30-40 centimetra. Því að sagan segir að þeir hafi höggvið nöfni sín í bergið, þeir við dvöldu þarna, en það var ekki alveg rétt, það voru fangmörkin þeirra. Þau blöstu þarna við okkur, 6 fangmörk, og 20. október 1755.
og þar af leiðandi finnst mér þegar að þessi saga var svona rækilega sönnuð og þessi frásögn þessara manna sem þetta skrifa, að þá verði maður að trúa öðru sem þeir sögðu þetta gos sem að eiginlega með ólíkindum. Ég veit nú, þú ert nú kannski ekki vel kunnugur hér á þessu svæði. Nei, það ekki. Þarna rétt, þú veist kannski hvar Hótel Höfðabrekka Já, ég held að. Þetta skammt vestan við Vík, eða Hótel Katla. Já. Þar vestan við ána stendur upp á töluvert háum hálsi upp undir fjallinu bær sem heitir Fagridalur. Já. Og þegar að ísinn og flóðið ruddist þarna vestur með hömrónum, þá var talið, menn óttuðust bæinn, að hann væri í hættu. Og eins þegar það fór þarna vestur með hömrónum, þá segir sagan að Jakahrönnin og flóðið hafi náð hálfa leið upp á svo kallað Sævarhólsnef sem þarna austast í hömrónum. Og sé það rétt, þá hefur flóðið og Jakahrönnin verið þarna cirka 30 metra há eða djúpt vatn og Jakahrönn. Og þetta eitthvað sem mjög, og náttúrulega mjög ótrúlegt, en miðað við hitt var rétt. Hvers vegna skildi þetta ekki vera rétt líka? Einmitt. En sko, þú gast ekki verið viss þegar þið lögðu þarna upp að þið myndu finna fangmörk þessara manna. En þau sem sagt eru þarna og hefur síðan getur fólk farið þarna og skoðað þessar merku minjar? Já, það mjög auðvelt að komast að þessu. Það liggur þarna slóði upp að Kötlujökli, þar sem að mikið nú farið núna í íshellana þar og liggur annar slóði austur með Hafursenni að sunnan og þar í smá gildrægi þar bara rétt niður við sand og skammt frá slóðanum þessi hellir og reyndar annar sem aðeins neðar heitir Stúka og þetta var alveg sjálfsagðir áfangastaðir manna hér fyrr á öldum þegar þeir voru að fara þessa nyrðri leið yfir sandinn sem sagt héðan frá Vík eða úr Mýrdalnum og austur í Skaftártungu. Þá var Hafursey í leiðinni og þá áðu menn og gistu oft í þessum hellum og þannig að til dæmis í Stúkunni mjög mikið af svona ristum og fangamörkum sem að tengjast á bara þeim sem þar hafa gist í gegnum tíðina. Já, en það eru 270 ár liðin ef mér skjöplast ekki í reikningskunstinni frá árinu 1755 og sko það sem að vakti athygli mína var það að ég hafði ekki heyrt þessa frásögn fyrir að þú birtir myndband með þessum upplýsingum. Mér fannst þetta alveg stórmerkilegt og segðu mér Þórir, hvernig fóru þeir að lifa af þessa, voru þeir inn í hellinum þessi menn alla þessa 6 daga, voru þeir ekki 6 dagarnir? Jú, 6 daga og það sem að bjargaði þeim að þessir útversmenn, þeir voru náttúrulega með nesti með sér eins og gerðist þegar menn fóru í útver. Já. Fóru með mat með sér. Og þeir lifðu á því, þessum kosti þeirra útversmannanna. Einmitt. En lýsingarnar af hvað gekk mikið á þarna og meðan þeir voru þarna, þær eru náttúrulega ævintýralegar líka. Það hlýtur að vera. Þrumurnar og öskufallið og jarðskjálftarnir sem að fjallið lék á reiði sjálfi alveg. Manni dettur í huga að þetta sé nú aðstæður þar sem hægt veri bara hreinlega að missa geðheilsuna. Já, það voru ekki verið uppörvandi fyrir þá og vita ekki neitt hvað þeir þyrftu að verða þarna lengi. En það kannski svolítið saga okkar Íslendinga. Við höfum náttúrulega oft búið við slíkan tíma að við vitum ekkert hvað gerist næst en áfram þreyjum við þorran. Er ekki þessa frásagnir sem þú ert að skoða og þetta sem þú ert að segja okkur? Er þetta ekki í rauninni spegill íslensku þjóðarinnar hér fyrr á tímum, árhundruð eftir árhundrað? Jú, örugglega. Það náttúrulega alveg ótrúlegt hvernig fólk það átti ekki annar að kosta völ en að reyna að þrauka í svona þessum hamförum og segjum eins og Skaftáreldunum. Já. En þetta já, Katla getur verið alveg
Sko auðvitað eru Kötlugosin eins misjöfn eins og þau eru mörg. Já. En þessi tvö gos þarna á 18. öldinni, 1721 og 1755, þetta voru eftir sögunum og þessum annálum að dæma alveg gríðarlegar hamfarir. Já, það kemur þarna fyrir einmitt í þessari frásögn 1755. Það voru fleiri menn þarna á ferð yfir sandinn. Já. Meðal voru menn eða hesta að flytja tré, ég gerir ráð fyrir að það hafi verið eftir einhvern skógarhögg. Já. Voru þarna austar á sandinum, töluvert austar. Þegar þið sjá hvað er að gerast og þeir komast þarna upp á sandhóla og þeir fóru ekki en hlaupið fór allt í kringum þá og bara nánast náði upp að löppunum á þeim. Og þeir lýstu því svo, eða sagnarritari, ég veit ekki hvort var, að þeir sjá hlaupið koma að sér með svo miklum hasti og ofurmegni að þar verður engu til jafnað. Þetta nú svona einhver besta lýsing sem ég hef séð á Kötluhlaupi, er ógnvænlegt. Þetta sko, ég var aðeins að lesa mig til eldfjallið á internetinu áður en við hófum spjall saman. Það segir hana að hún sé 30 kílómetrar Kötlu eldstöðin í þvermál. Já, Kötlu Askjan er gríðarlega stór undir meiri hlutanum af Mýrdalsjöklinum. Já, og rís hæst yfir 1400 metra hæð yfir sjó. Já. Og í Kötlu öskjunni er víðast 400 til 700 metra þykkur ís og skiptist í 3 vatnasvæði einkum. Það er sem sagt Kötlujökull, Sólheimajökull og hver er sá þriði? Já, svo er Entujökull. Entujökull, já. Það hefur komið þar sennilega niður fyrir landnám og farið þá niður úr Markarfljóti og niður á Rangárvellina. Já. Þá var til þessi arfabót líklega sem hefur brotið niður skóg þarna á sléttunni niður á Fljótshlíðinni. Já. Þú kannski hefur talað arfabót. Já. Nei, ekki fyrirgeðu drumbabót. Ég er að blanda saman arfabót er bærustur í Álftaveri sem var grafinu fyrir stuttu. Og það er þetta eitraða samspil kvik og ís sem að sem sagt veldur því að gjóskan myndast eða askan, er það ekki svona megin skaðinn? Jú, svo er líka spurning, þetta er náttúrulega gríðarlega þetta eldgos, þetta er svo ákaft að þetta bræðir náttúrulega alveg óhemju af ís en það er líka eins og var 1918 að þá veit ég alveg sönnu á því að það sumar kom eiginlega ekkert jökulvatn hér úr austanverðum Mýrdalsjökli. Og það fær mann eiginlega til þess að álykta það að það hafi verið að safnast fyrir líka undir jöklinu gríðarlega mikið af vatni. Og þess vegna voru fyrstu bylgjurnar svona ofboðslega stórar þegar jökullinn brotnaði. Að þá hafi það verið í bland bæði bræðsluvatn úr jöklinum og líka þetta vatn sem hafði safnast fyrir. Allt sumarið hugsanlega af því að það er náttúrulega algjörlega óvenjulegt að það komi ekki mikið jökulvatn hér úr Mýrdalsjökli hér niður Mýrdalssand á sumrin. Það er bara nánast óþekkt. Og Mýrdalssandurinn er bara mestallur myndaður, er það ekki í þessum miklu jökulhlaupum sem hafa orðið í kjölfar Kötlugosa? Jú, hann er allur því að sagan segir okkur að þetta hafi allt verið grasi og skógi vaxið við landná. Já. Og Katla er bara búin að eyða þessu öllu í aldanna rás. Þetta er auðvitað farið að gróa dálítið aftur núna því að þetta er orðið svo langt goshlé og svo hefur verið græddur upp þarna, sérstaklega meðfram þjóðveginum. Sandurinn, því að hann var oft ófær fyrir sandfók hér áður heldur en að það var gert. Einmitt. Stórskemmdi bíla. Já.
En svo segir líka á internetinu að Kötlugos hafa meðaltali orðið á 40 til 80 ára fresti. Og nú erum við komin 107 ár frá síðasta gosi. Já. Þetta myndband mitt sem þú sást þarna klippuna úr. Já. Ég gerði það í framhaldi, það var hér heilmikið tilstand og svona haldið upp á 100 ára gosamælið hérna. Einmitt. 2018. Já. Og það var mjög skemmtilegt og fróðlegt og kom mikið af fólki að því öllu saman. Og þá fór ég að safna svolítið meiru sem ég átti og gerði svo þetta myndband upp úr því svona. Já. Að gamni mínu bara. Já. Því að ég líka svona mynda áhuga kall. Ég ert ekki ljósmyndari? Bara svona fúskari sko. Já. Ég ekki lærður ljósmyndari. Nei. Nei. En sko eru menn með öndin í hálsunum þá núna samanber þetta sem ég segi. Gosið verður að meðaltala 40 til 80 ára fresti segir á Wikipedia held ég. Og þeir eru komin 107 ár fram yfir meðgöngutíma. Já, sko, það nú held ég mjög misjafnt. Já. Og ég held að það sé nú frekar við þessir gömlu sem að því að það var auðvitað talið bara alveg gefið þarna í kringu 1970 og jafnvel fyrr. Já. Þá færi Katla að koma því að það var bara hennar tími. Já. En síðan hún bara að gera þarna eitthvað sem að hefur ekki gerst langa lengi nema þá kannski bara fyrir landnám, þá hefur greinilega verið langt goshlé í Kötlu. Já, veistu hvort það eitthvað samhengi á milli þess hve öflug og skaðleg gosin verða og hve langur tími líður frá hinu síðasta? Ég held að sé ekki hægt að setja neitt á það, til dæmis eins og þarna þessi gos á 18. öldinni. Þarna Gísur með þessu rosalega gosi 1721 og svo aftur 1755. Já. Þannig að svo eru þarna aftur 1823, 1860, svona eitt með minnstu gosunum, allavega svona á seinni tímum. Þannig að það virðist ekki vera nein regla á því. Nei. Svo ég vitni nú aftur til fyrri starfa mína. Einu sinni var ég upplýsingafulltrúi Umhverfisstofnunar og þá sat ég fund með Víði og almannavörnum og fleiri upplýsingafulltrúum stofnana víðland þar sem við vorum að ræða nýja ógn í tengslum við næsta Kötlugos, hvenær sem það yrði, sem væri gríðarlegur fjöldi ferðamanna og jafnvel óskráðra ferðamanna, ef maður getur orðað það sem svo, og það er erfitt að koma boðum og upplýsingum til ferðafólk sem væri kannski þarna upp fjöll og fyrnindi. Er þetta eitthvað sem að þú hefur áhyggjur af? Já, það alveg hárrétt. Það nú kannski ekki hvað síst áhyggjuefni og því að það náttúrulega orðið mjög mikið farið þarna upp að Kötlujökli. Já. En sem betur fer kannski að þá ekki mikið umferðar svona af bílalegu bílum. Túristarnir virðast ekki rata þarna, þeir eru svona ómerktir þessi slóðar þarna upp úr. Og þeir virðast ekki finna þetta og það gott að þessu leyti til. Já. Já, en það auðvitað eru þessir ferðamenn hér allt og mikið hætt á því að það gæti orðið misbrestur á að ná til þeirra í tæka tíð. Manstu eftir í hvort það hafa verið haldnir einhverjir fundir á vegum kannski sveitarstjórnar yfirvalda eða ferðaþjónustu aðila í héraði þetta sérstaklega? Ég ekki kannski sérstaklega svo ég viti, en það var náttúrulega síðast núna bara síðastliðið vor, þá var svona upplýsingafundur rýmingaráætlanir og annað eins og hefur verið öðru hvoru gegnum árin. Já. Og þar var þetta kannski ekki svona neitt aðalatriði á fundinum, en ég held nú því miður
þetta sé nú eins og við höfum séð kannski á snjóflóðasvæðunum að þegar lengra líður á milli þá fara menn að verða andvaralausir. Já. Menn eru núna að mínum dómi allt og kærulausir að vera skipuleggja íbúðabyggð hér austur eftir sandinum fyrir austantorpið. Það er nefnilega það. Það er fyrir sig að vera með atvinnuhúsnæði á þessum stað en sko miða við það er algjörlega örugt að Katla kom hér eða flóðið frá henni kom hér út í Reynisfjall á gríðarlegu afli bæði 1721 og 1755. Hún kom hér út í Víkurá í ekki stóru gosi 1823 og það sem einu sinni hefur gerst, það getur gerst aftur. Við höfum séð það staðar í sambandi við snjóflóðin. Já. Og ég er ekki sáttur við þessi áform hér sveitarstjórnar að vera skipuleggja íbúðarhúsabyggð hér austur eftir sandinum. Geturðu verið aðeins nákvæmari í örnefnunum þegar þú nefnir þetta? Hvar þessi íbúðabyggð er ís nákvæmlega? Já, bara áframhald hér austur á þorpinu. Já. Það er náttúrulega komin töluverð byggð hérna, svona vestur undir Víkuráni sem liggur hér í gegnum mitt þorpið. Já. En mest samt atvinnuhúsnæði. Já. Og svo eru taka við hérna Víkurhamrarnir, hérna austur úr, svona kannski 2,5 kílómetr. Já. Og þar var gerður garður frá svokölluðum Víkurkletti sem að skagar þetta fram úr hömrónum. Já, cirka 2,5 kílómetr hérna fyrir austan og niður á sjó. Og það er allavega núna ekki áætlað að fara lengra en austur undir það, þennan Víkurklett og þennan garð. Sem að mér finnst eftir að hafa kynnt mér þessar sögur, þá finnst mér hann bara nánast hlægilegur, sko. Þetta liggur við mannhæðarhár garður eða lítið meir en það. Já. Og lítið grjótvarinn og það sem að náttúrulega sko miðað við svona flóð eins og eru þarna tíunduð að þá myndi þetta bara vera nákvæmlega ekki neitt sem að þessi garður myndi gera, sko. Hann myndi sópast í burtu á augnabliki. Já. Þú myndir og ekki... það var, ég hef nú ágæta kunningja þarna í jarðfræðingum Magnús Tuma og Guðrúnur Larsen sem að mest hefur spáð í Kötlugosin. Já. Og svona, við höfum ekki við Magnús ekki alveg verið sammála þetta að flóðið geti komið hérna svona vinkilbeigt eiginlega hér vestur með. En þetta hefur gerst. Já. Og faðir minn, hann sagði mér til dæmis að hann sagði ef að strandar stór jakarhrönn einhvers staðar á sandinum, segjum neðst í Múlakvíslarfarveginum, þá getur hún alveg vinkilbeigt flóðinu hér vestur með. Já. Þannig að það er svo margar breytur í þessu. Já. Að hérna, já, en þetta er ekki alveg svona. Nei. Eða vonandi þá bara Katla sofnuð, þó að ég sé auðvitað alveg hálf fúll yfir því ef að ég á ekki að fá að sjá Kötlugos. Allir forfeður mínir meir og minna lifaðu hræst í þessu, rótt að 3 aldir. Já, þannig að þið sem sagt dreymir gos. Já, maður má ekki segja það. Nei, maður má ekki segja það. En ég skil hvað þú átt við. Og ein gaman saga í kringum það var hér sveitarstjóri fyrir tölvöld mörgum árum síðan þegar landbrotið hérna var að byrja í fjörunni. Ágætur drengur og hann fór með sjónvarpsmönnum hérna niður í fjöru þegar landbrotið var og sagði við þá, já, það sem okkur vantar, það er bara Kötlugos. Var náttúrulega alveg rétt hjá honum. Já. En þá var hér gamalt fólk sem að vildi reka þennan mann alveg á stundinni fyrir að vera að grínast með það vantaði Kötlugos. Já. Það var fólk sem að mundi eftir Kötlu. Einmitt.
Maður skilur eiginlega bæði sjónamið í þessu. Ég ólst nú sjálfur upp við hamfarir Kröfluelda. Húsið okkar í Mývatnssveitinni var nú bara eiginlega steinsnar frá hennum tíðu eldgosum sem þar voru og ég man þá tíð þegar jarðskjálftarnir vökuðu manni í svefn bara kvöld eftir kvöld og þannig að þetta var einkennilegt samband sem maður átti við náttúruöflin. Bæði var þessi spenna og ákveðin gleði þegar jörðin rifnaði og allt fór á stað því að þá breyttist náttúrulega fábreytt sveitalíf drengsins sko en svo var líka þessi ógn og líka þessi ótti og einmitt viðbragðsáætlanir með rýmingar og annað slíkt þannig að þetta eru flókin mál. Já, það eru það. Já. Já. En ég veit heilmargt núna, Þórir, það sem hefur verið þér hugstætt og já, ég bara þakka þér kærlega fyrir að ræða við okkur þetta. Mér finnst saga, þú segir fangmark en ekki fangamark. Er rangt að segja fangamark? Nei, það held ég ekki. Ég held að það sé alveg sitt á hvað. Já, mér finnst þú saga þarna úr hellinum alveg mögnuð og allt sem þú hefur sagt, það hefur svona, dýpkað minn skilning og aukið, aukið á fróðleik. Það verður spennandi að sjá ef það væri íþróttaþáttur og ef þú værir svona einhver íþrótta fréttaritari. Þá myndi ég örugglega spyrja þig hvenær heldurðu að gjósi næst í Kötlu, Þórir? Ef að breyta þessu íþróttaþátt í lokin og ég svona bið þig að velta þig fyrir þig hvort þú ert með einhverja svona tilfinningu fyrir því? Nei, ekki hina minnstu. Nei. Það er bara þannig. Nei. En við erum sammála að það mun gjósa, eða hvað? Ég býst nú frekar við því að það verði, já, það er bara spurningum hvað verður langt á milli. Kæri þakkir, Þórir Kjartansson, búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að ræða við þig og gangi þér allt í haginn. Einhver sagði mér að vera 82 ára, það lítur að vera lygi, er það ekki? Nei, það er bara staðreynd, sko. Það er bara staðreynd. Já. Ég vona að það sé verið að festa fróðleik þinn og sem sagt kunnáttu einhvers staðar bara á bókband eða eitthvað, það sé ekki bara myndböndin sem þú ert að sýna okkur. Verðum við ekki að fá þína kunnáttu á bók eða er hún kannski þegar komin út á bók? Nei, ég er meira í myndatökunum en skriftunum og þess vegna gerði ég nú þetta myndband og þar drep ég á mjög margt af því sem kemur fram. Ég er engin jarðfræðingur, ég er mjög lélegur í jarðfræði. Þess vegna er ég bara að fjalla þarna sögurnar og það sem þær segja okkur og sýni þá leið landslagið þar sem að hlutirnir eru að umfjöllunarefnið er. Og það þó ég segi sjálfur frá, það töluvert mikill fróðleikur í þessu sem þarna tekið saman og svo auðvitað styðst ég líka við þessar frásagnir fólks eins og föður mín sem varð vitni að þessu og fleiri hér. Og ég hef sagt þeim jarðfræðingum vinum mínum ýmislegt sem að þau vissu alls ekki, til dæmis gosin 1918. Einmitt. Það var til dæmis alveg ákveðin atburðarás sem gerði það að verkum að því þetta var nú eitt af stóru hlaupunum að það kom ekkert vatn hér vestur með Hömrum áleiðis til Víkur. Það er oflangt mál að rekja það, við erum búinir með tíma. En það var alveg ákveðin atburðarás sem var þessvaldandi að hlífa okkur við því í þessu gosi. Einmitt. Haltu endilega áfram, Þórir, að grúska og miðla og kæra þakki fyrir spjallið og vertu blessaður. Já, takk fyrir, sömuleiðis, blessaður. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram með nýjan kafla hér eftir andartak. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já,
Nú ætlum við að ræða bók sem var að koma út hjá hinu íslenska bókmenntafélagi. Abstrakt málverkið, helgimynd íslenskra menningar á 20. öld eftir Sigurjón Árna Egilsson sem hér kominn. Þetta listfræði. Já. En þú nú tvöfaldur doktor í guðfræði, eða ekki? Jú, það er ég. Allra nú orðin með meistaraprófi í listfræði? Já, þetta í raun og veru mastersikirinn sem ég breytti í bók. Já. Og það gott að fá hana gefna út hjá hinu íslenska bókmenntafélagi. Ég hef gefið eiginlega flest allar mína bækur þar út. Það er orðið mjög langt samstarf þar. Já. En af því að þú nú tvöfaldur doktor, þá ég að fá að spyrja þig, heldur að þú verðir doktor í listfræði? Þannig að ég hef ekki láta hvern dag nægir sína þjónum. En samt langar mig til að spyrja því að þú nú ekki unglamb þegar þú ferði í listfræðina. Hvaða árátta er þetta að vera í háskólanámi? Hvað er þú búin að vera í háskólanámi mörg ára fullorðins áraðinum? Já, það er nú orðið lengi. Sko, það er þannig þegar maður er í hugvísindum. Hugvísindi eru frekar einmannlegt starf. En þau lifa af samtali. Og maður er að skrifa greinar eða bækur og þá þarf maður að fá til þess að lesa yfir og þar kemur samtal sem er oft mjög dýrmætt. Og svo þegar ég var búin að skrifa bókinu mér Trúin og þjóð, þá var ég að veltaði fyrir mig hvernig kirkjan birtist í samfélaginu. Hvernig áhrif hún hefur og svoleiðis. Og þá tók ég bara þann pól í hæðina að það eru kirkjur út allt. Kirkjuhús. Og bara að skoða það og þá áttaði mig á því að kirkjuhús er eiginlega guðfræði hákin í stein. Þetta táknleimur út fyrir sig. Og ég fór að taka saman efnum þetta. Og þetta er nú yfirleitt bara leit, sko, fræðimennskar eins og maður fer á stað og leitar að mósaiksteinum sem maður getur notað svo að raða svo í heildarmynd. Svo hverjum að leitar hundur að leita í fann? Já, þetta er þannig og svo hafði ég ekki tekið mér námsleyfi mörg ár og ákvæmt að fara taka námsleyfi og fara í nám hérna, bara fara í listfræðina vegna þess að þetta tengdist á listfræðinu það sem ég var að gera og aðtöku hvort að ég var á réttri leið. Svo byrjaði ég í listfræðinu og svo kom COVID og það var bara svo rosalega gaman í þessu námi og ég áttaði mig á því að háskóluna í hugvísindum og sérstaklega listfræði er alveg kjöri fyrir síðmiðaldar kalla eins og mig. Sem vil ekki staðina. Já, þetta er svona mér er alltaf þótt gaman að láta segja mig sögur og veist alltaf gaman að heyra eitthvað svona og þarna fer maður í tíma þar sem fólk er brennandi af áhuga og maður er að læra efni sem sem er skemmtilegt og mann er haldið við lestur í námi og skila lesdagbókum og svoleiðis en það er mjög gefandi og ég festist þarna, kláraði prófi hérna skrifaði fyrst á myndbannið og sem eiginlega leiti þá yfir í sekulariseringshugsuna og þetta var gaman, ég fór bara í mastersnám og fekk svo að skrifa tvöfalda mastersikir, ekki 30 eða 60 en það styrði svo mikið og þá var það þannig að það var sýning á þessum tíma með Þorvaldi Skúlasyni verk sem voru hengt upp í háskólan að kalla Míla og þar var þessi mynd sem er framan á bókinni hann var á kaffistofunni hann í húsi Vítis og þegar maður var að bíða eftir að komast í tíma og satt maður átt þar með kaffibúlla og var að horfa á þessa mynd og það er eitthvað svo einkennlegt með list að hún ávarpa mann einhvern veginn að tala við mann, það er eins og myndir það sko, ég hef stund frá að rífast í huguna við eitthvað listaverk
Veist, eins og maður svo fordómafullu sjálfur sko, hvers konar bull þetta og kemur og svo eftir smá tíma þegar maður átt að sig betur á þá líks kannski upp einhver stórlögt undur sem þetta verk þannig að þú tuðar fyrir framan málverk á meðan að kannski jafnaldreiðin að tuða fyrir framan Kastljós. Já, bara svona og svo þetta talaði þá fór ég að velta þessu fyrir mig af hverju ávarpar þetta verk mig svona mikið og þá fór ég að athuga á hvað ég skrifum abstrakt málverki og undir titilin sko helgimynd íslenska menningar á 20. öld spurningamerki. Það er ekki, þetta er það sem ég er að athuga. Þú kemur sérst úr guðfræðinni að myndlistinni. Já. Ef að þú ættir ekki þennan guðfræði bakgrunna þá hefur ekki skrifað þessa bók. Þú losnar ekki við það. Nei, það er sko og einhver annar sem ekki á þennan bakgrunn hefði ekki komist að þessari, eða ekki lagt þessa spurninga fyrir sig og ekki svarað með sama hætt og þú. Nei, maður þekki til þess í Þýskalandi að það eru guðfræðingar sem eru líka listfræðingar og þeir velta upp svipuðum spurningum og svo veit ég listfræðing, það eru tveir stórveldi í Þýskalandi sem eru svolítið að taka þennan ávarpsþátt og eru mjög vel að sér í guðfræði. En þess að listin, farvöðu lista var alveg fram að 18. öld eiginlega bundin við kirkjuna. Og sagt eftir frönsku byltinguna þá fyrst losnar þetta. En fram að þenn tíma var listi meira að minna tengd ykkur. Eins og allt var í ykkar guðfræði, svo heimspekin tekin af ykkur og svo listfræðin og eiginlega allt hefur verið tekið af ykkur? Tekið af okkur. Eða verið fengið sín eigin farveg? Já, þetta er svona eins og krakkar sem fara heiman, koma svo aftur heim. Koma aftur heim. Marg eld. Er það því að því að þú ert guðfræðingur að fást við listfræði. Og ég held ég að nokkuð var sagt þess að sögu við ræðaborðið að það var í Venezuela einhvern tímann snemma á 8. áratugnum að þá var maður sem að hét José Abreu sem að rannu fyrir honum að það var efnaðskreppa og það var stjórnmálakreppa og stjórnlagakreppa og samfélagið var bara í alls konar kreppum og það rann allt inn upp fyrir honum að þetta voru allt birtingamyndir af sömu kreppunni sem að væri einhvern veginn inn í andanum í okkur og í samfélaginu og hann sagði það var sagt við sjálf að segja að það er ekkert sem að getur fengist við þetta nema listin og Guð og ég veit ekkert Guð, hann kunni á fiðlu og góðu fiðluleikari þannig að hann fór út í fátækrahverfinu og stofnaði tónlistarskóla sem kallar El Sistema og er ennþá starfandi og hafa getið af sér og eru starfandi víðar heiminn og hafa getið af sér bara stórkostlega tónlistarmenn meðal annars. En það er þessi hugmynd að það sé eitthvað í samfélagi okkar og okkur sjálfum sem að ekkert getur snert nema kannski listin eða Guð. En að því ég er með guðfræðing og listfræðingarna þannig langar mig að spyrja hvað er hæft í þessu hjá honum að brá? Ég er með í bókinni tilvíðninni Slæmaher bara fremst og fyrstu síðu eða þannig að sögblæðinu þar sem hann talar systurnar, trú og list sem fást við að sama og það er talið með listina þetta er eins og ég lýsið að málverki talaði til mín, ég vissi ekki af hverju af það snerti við manni eitt í mann á stað og það er eins og það ger maður meðvitaðar einhverjar víddir eða litbrigði í tilverunni sem maður getur þetta hrein rökhyggja útiloki og ég er ekki að segja að trúin sé þá eitthvað það sem skynsemi stoppar eitthvað svoleiðis heldur það líkur upp fjölbreytileika lífsins og það sem eiginlega ég er að fást við núna sem er afrastu þessara bókar það er auðvitað sem heitir kunstreligión það er listin tekur yfir eða gengur inn í hlutverk trúarbragða
og það var að þannig og það er Það sem að Thor Vilhjálmsson geti verið æðstipái. Það var mjög listtrúaður maður. Já, það er sko aldamótin 1800 þá er franska byltingin gargengin og þá er eins og svo gamla heimsmynd sem var búið að lappa upp á í 7000 ár og alltaf laga til og breyta og svo leiðis. Hún veldur ekki lengur því að vera sá rammundur samfélag sem það er verið og nútíma heimsmynd tekur yfir. Og á þeim tíma, þú veist, þessi vísindalega heimsmynd, hún tekur yfir, en vandi hennar er með alla vísinda, þau eru alltaf með afmörku efni sem takast á. Þeir spyrja ekki heildarspurningar, tilvístalega spurningur svo leiðis. Og þá fellur það eiginlega í hlutverk hanna listana að gera það og maður finnur það ennþann dag í dag að maður alltaf fólk upplifir einhverja heild alltaf í tengslum við listir, tónlist og svo leiðis. Maður finnur það að setja hlutin einhvern veginn í samhengi. Það er einhver skilningur handan orðana, meiri segja í ljóðum að ljóðin á að orða það sem er óorðanlegt. Já, eða líka til þess fólk verður upp á hálendi og fyrir einhverju göngu og sér náttúrufegurina og þetta er einhver mótstaður við almættið að finnur fyrir almættinu einhverju sem dregur ekkert úr vægi þeirra sjálfra, heldur að hluta einhverju. Þetta er mjög sterkt, Slægemacher notar einmitt þetta. Og þá spyrir listfræðingur að maður skoðar listasöguna, þá sér maður að frægustu krossmyndirnar, trómyndirnar sem varu málaðar bara á 19. og 20. öld er ekki að finna í kirkjum, heldur yfirleitt í söfnum, það komast ekki inn. Það er eins og kirkjan hætti þá að vera farvegur, listaðinn mótandi farvegur, hún er áfram farvegur en ekki þessi mótandi farvegur og listin verið sjálfstæður. Og Slægemacher átta sig á þessu að það þurfa að skapa nýtt tungumál sem við þurfum að tjá okkur með og þá er í raun og veru, og þetta er gegnum Kant virkja að ég fara út í það, að Kant dregur fram að við sjáum ekki heiminn eins og hann er, heldur búum okkur til mynda heiminn eins og með þessum kategórium að hverjum sem við erum með. Þannig að búum okkur til mynda heiminum. Listamenn átta sig vel á þessu og þá er raunsægismyndir. Það er ekki að sýna neitt nema sjónarhorn og þá fer allt í að hætta að tala ykkur heldarkerfi og heldasýn, heldur upplifun mannsins og veruleikanum. Og sá aðeins sem gerir þetta fyrst í Þýskalandi er Caspar David Friedrich. Það málar þessar landslagsmyndir. Það mótar eiginlega ramman fyrir landslagsmálverk eins og við skynjum. En þetta er allt tilbúna myndir. Hann býr til fullt af skitsum og raðar svo saman í þessa myndir. Þetta er hugverk. Þetta sem þeir koma með. Það er eini heimur sem við getum kynst þess og heimur sem við berum innra með okkur. Við getum ekki kynst. Hann er of stór fyrir okkur í hinn heimurinn. Hann er bara fyrir Guð til að skilja. Þetta er þessu upplifun sem við upplifum heimur svo færum hann í þessa mynd og þetta er það sem ég ger og það sem ég átta sig líka á er að það þarf að búið til táknmál fyrir nútíman, fyrir nútíma heimsmynd og myndmál sem nútímaðurinn getur stuðst við. Þetta hlutverk tekur rómantíska stefnan yfir og maður sér alveg hvað hún gerir rómantíska stefna. Hún skapar ljóði, nýtt ljóðmál, skapar mýtunu, þjóðríkið og svo framins og svo aðeins. Stöðum mannsins í heiminum og samfélaginu? Já, allt þetta. Þetta rómantíkin býr til þetta mál og hluta þessu er málverkið. Og þá er að tjá búið til þetta myndmál sem er og þarna hefst vist ferli þar sem myndlistin verður mótandi og það hætta er að mála eins nákvæmlega eins og þessi ljósmynd heldur er að túlka veruleikann. Þannig kemur málverkið inn. Og þegar við erum með abstraksmálverkið þá er hérna bein lína frá abstraksmálverkinu til þessa Caspar David Friedrich. Hann er að túlka inn innriveruleika og abstraksmálverkið er að túlka innriveruleika mannsins og það sem listamenn átt að segja á þessum tíma, það er
þú þekkir Kant aftur hérna, sjálfræðið, maðurinn verður sjálfstæður svo lesa, ekki styrður af einhverju öðru, og þá það sama listirnar. Þá verða listirnar geta staðið fyrir sig og svo list sem getur best staðið fyrir sig sem heild tónlistin. Ef við sleppum orðum þá áttu gengin inn í þennan heim sem tónlistin En málaralistin alltaf að tjá sögum með. Hún alltaf að segja einhverja bókmenntatesti eða tólka einhverja bókmenntatesti og maður sé til dæmis eins og sér altarismyndir að vera að mála kannski krossastöngin Krist, þá það atburður og allir aðilar eru þar innan þess samingar sem textin segir fyrir og svo tólkun á þessu. Þannig að málverki hefur ekki sjálfstætt vægi. Og það sem skeður í kjölfar romantíkum að þeir að reyna að hrista af sér að vera þjónustu aðlið fyrir bókmyndir og slíkt og að sína sjálfstæði málverksins. Og hápunktu þessara þróunar abstrakt málverki sem algjörlega óháð utanakomandi myndum. Þetta allt form og lítið sem í huga málarans sem hann reynir að láta á strigan. En svo náttúrulega stenst þetta ekki vegna þess að þú sér þessi mynd þarna, það eru bylgjur og ýmislegt í þessu og það mjög líklegt hann var við Selfoss og var að skoða annað þar og sjá bylgjurnar þær koma, þannig að maður aldrei laus við ytri áhrif, en þetta það sem það gera. En það getur þú ekki búið til innri heim án áhrifa frá ytri heimi? En þetta var það sem þeir voru að reyna að gera. Það fara eins langt inn og hægt var. Og tryggja sjálfstæði verksins. Þú kallar þetta helgiðarspyrð, helgimynd? Já, það sko, ef við höldum áfram með... Þú varst komin inn á svona listatrú og þá lítur þetta að vera helgimynd listatrúarinnar, purlega art. Já, það alveg rétt. Og þá það sem skeður náttúrulega kirkjan missis kennivald sitt. Og kennivaldið fer, og við þekkjum þetta mjög vel úr íslensku sögu, að kennivaldið svolítið hjá skáldunum. Skáldin taka við kennivaldið og það hlusta á þá. En við myndum nú kannski ræskja okkur en einhverjir íslendingar og segja að það var nú alltaf hjá skáldunum sko. En svo að þið guðfræðingarnir hafi fengið að láni þarna í smá tíma að þá voru það sko skáldin sem að formuðu heimsmynd okkar. Já, það eins og ég sagði sko 1800 farar að búa til þessa mýtur. Og þú sér til dæmis eins og það var allar þjóðir að finna einhverju upprunasögu og skapa einhverju upprunasögu. Þú veit ekki að því að svona torrek hafi verið sko túlkun á sorginni sem miklu sterkari og öflugri heldur en að guðfræðin hafi komið með hingað? Segja skáldin? Nei, ég spyr, svona torrek eftir eiginlega til dæmis. Að þar hafi skáld verið ykkur hlutverki? Já, það það sem ég að segja, sko, skáldin ganga þá inn, þú veist að það mjög fornt. Andinn komið yfir skáldin, til þess í grískum menningarheimi þá eru skáldin skáldagáðum frá Apollo og tala af andunum líka andinn komið yfir fólk og þetta mjög forn hugsun. Hún var tengd alltaf en hún var í vesturna í þessum sko kristna farvi en þegar losnar þessa heimsmynd og þessu tvö kirkjunnar þá sér maður að ýmsir þættir sem áður voru bundnir við kirkjuna færast yfir á listamennina. Og það mjög merkilt til dæmis með texta. Þú þekkir það alltaf verið að gefa út upprunalega útgáfu, fyrst útgáfu verkum og svo list það að fara að gefa út heildarverk og þá verða svona textafræðinga verða eiginlega mjög merkgreind sem að sé bara hvernig Árnastofnun hvernig þetta eiginlega eins og musteri og hvernig umgengin við þarna handriti, þetta sko minnir mann stundum á hvernig maður meðhöndlar efni við alltarisgönguna. Þetta svona mikið helgi. Tönn og dyrling sem að fannst. Og þannig að færis mikið af þessu yfir á listir og
þeir fara að skilja sér listamennir sem sko spátumsröddir og þeir miðla í rauninu vitundinni heilaga. Það í gegnum myndi þess að ávarpa þessi ávarstáttu til miðla vitundinni heilaga sem við njótum. Þannig að þeir eru eiginlega svona hlutverki spámanna. Maður sér að þeir taka líka hlutverk sitt oft mjög alvarlega. Besta dæmi þetta finnst mér sko eins og Nietzsche. Hann skrifar helgiritt, Zarathustra, og hann skrifar það, veltað fyrir sig akkur að skrifa svona góða bækur og textarnir hans eru sko, finnst svona hálf heilaðir og ég veit að þetta skýringaritt við ritun Nietzsche sem byggðar upp alveg svo skýringaritt við Guðspjöllunum sem sko maður þekkir. Þannig að þegar hann gengur inn í þetta hlutverk og svo sér maður annaða prestlega hlutverkið fyrir yfir á menningapáfa og slíkt þetta taka yfir þetta átverkið sem kirkjan hafði. Eins og í íslensku samhengi þá eins og Sigur Nordal eða Kristín Andersson, þetta eru menningapáfar og þeir höfðu kennivald og ákveðu hvað rétt og hvað ekki. Gáðu sín páfabréf. Já, og þá sér maður að það ekki bara að listin tekur yfir þetta hlutverkamiðlæðinu heilaga, heldur að útleggja heilaga til fólksins. Þess vegna eru þessi sko að greindu sem skýra út verk fyrir fólk, þannig að skilju þetta eins og prédikun eða það taka yfir þessu hlutverk og þess vegna talað kúnsturreligjón og fulltrúin við getum sagt hérna að sá sem býr til liturgíina í kringum kunstreligjón Wagner með óperuna og það elstæða og svo eiginlega spámaður fyrir það Nietzsche á vissan átt. Þá sér maður hvernig þessar myndir eru og þá fyllir listin upp í þetta tóm sem sko kirkjan hún sinnir því sem kirkjan náði ekki lengur að sinna eða bara vegna þess að hún var bundin áfram af fornri heimsmynd og náðu sig ekki almennilega út úr henni. Það ekki fyrir 1900 og í kjölfar fyrir heimstyrjöldina sem það tekst. En þessi ár þá listin verður eiginlega farvegur. Sá farvegur þar sem fólk getur fundið sem hluta einhverju heild og veiti lífinu einhvers konar merkingu. Og það geti verið sko trúfólks á 20. öld. En kannski síður í dag. Ég talaði við geðlækni daginn sem var að tala að einu sinni var þannig að skáldin gátu orðað tilfinningar. Þannig að þú gengur í gegnum einhvern harm, þá kannstu leitað í kveðskap til þess að skilja betur hvernig þið liði. En það var með þetta í þátíð. Því að nú leitar fólk líklega í sjálfshjálparbækur og eitthvað annað slíkt. Þannig að sumleiti þessi svona listatrú, þessi sem að listin gerir tilkall til þess að taka yfir hlutverk kirkjunar. Kannski eitthvað leiti þetta liðin tíð sem að tilheyrir kannski 20. öldin og þeirri samfélagslegu deiglu sem að var á henni. Þannig að þetta hluta til rétt en sko ég með myndaherði þar sem að halda fyrirlestur 1953 listaskálanum í tilefni af sýningu sem voru á abstraktverkum þar. Og þegar maður skoðar hana, það eru söfnuði sem að tala við, það eru sko menntaeildinni á Ísland sem gerir fulla grein fyrir vægi nútíma heimsmyndar og þeirrum straumhverfum sem eiga sér stað. Og það maður lesa orðans þá var hann eiginlega hvetja þá sem hlusta og draga fram vægi abstraktlistar og gagnrýni það sem liðið og úrelt. Þetta svona og þegar ég skoða þessa mynd á mynd sem ég þekki Martin Luther sem predika inn í Wittenberg og þá sko Luther heldur hendurinn á Biblíunni sko í stólnum og predikursöfnum sem svona allegorisk mynd af Kristi í miðjumyndarinnar. Það ekki hann ekki til staði fyrir fólki heldur þetta inntakið það sem Luther að predika. Þetta mjög svipað og þegar maður sér þetta þá að Luther við upphaf nútímas
og harður raun og svolítið við lok nútímans því eftir 1960 verða mjög merkileg skil. Þá breytist maður. Og þá ganga menn út frá því að það sé línuleg þróun sem eigi sér stað. Og hápunktur í þessari þróun núna afslagslistin og þeir skildu líka sig alltaf sem avantgard og avantgard tekið úr hernamáli, þá það framvarðarsveit sem rauf víglínuna þannig að þeir komust áfram og þetta var yfirleitt elita leita á sig svona viss elituhugsunarháttur sem var að gera upp það sem gamla og skapa nýtt og það var lítill hóp. En gat ráðist á elitu, þannig að þetta var einvala lið sem að þurfti og var ofta að berjast við þær elitu sem heldu völdum í listaheiminu. Já, þá var það yfirleitt akademían eða eitthvað annað. Já, þeir voru gerð uppreisni. Og gamlir páar. Já, þetta bara, ég held að Freud tala föðurmorð, það að losa sig við það, en þeir lítu þannig á það og eru líka mjög tilbúinir og leggja mikið á sig, það kemur líka píslavettisugsun og allt þetta inn í þetta og þeir eru mjög róttækir og svo líka eitt að segja rast á þegar ég var að lesa þetta að kapitalistarnir, borgarastéttan átta sig á vægi þessa, en þess að kapitalistar verður endurnýja sig, verður alltaf komið eitthvað nýtt, annars stanara og hjaðnar og lífendur lók. Þetta til þess að sjá mjög vel í bílaðinnan í Þýskalandi. Það stana kemur að hafa tekið yfir. Þeir verða að vera alltaf á tannum að fylgjast með. Þannig hefur alltaf þessi elita verið í tengslu við borgarastéttina sem við stutt á og skilið. Þessum listaverk oft keyptar ríkum aðlum. Þetta bara eitthvað, hann talar að hann hendur Grimberg, þetta bandarsku gagnrýnandi sem skrifaði grein mjög fræga Avantgarde Kids 39 og þeir koma þessu á og þarna líta þeir á sig sem framvarðarsveit og þá þetta hápunktur við sér þróun en svo með og 68 kynslóðinni þess vegna ég með greinum Charles Taylor karnevalið. Karneval alltaf inni það viss kerfi, svo öll snú á haus í karnevalinu og þetta verður að gera þess að kerfi staðn ekki. Þá kemur og 68 kynslóðin sem snýrus öllu við og þá breytist listin og verður miklu, það ekki bara einlína heldur verður miklu fjölbreyttari og það breytir ekki neinu og ég þekki það út til þess að byrja sorg og svoleið að fólk alltaf með ykkur lög, poplög eitthvað sem höfða rosalega til þeirra í sorg og sem leita til sem þeirrum stóð. Ég veit að ég þekki bara og minnum einn plata sem heitir Innumund hlustaði mikið á sem hjálpa honum í gegnum erfiðleika sína sem bara mjög flott plata en þannig að það var listin sem hjálpa honum út úr þessu þannig ég ekki alveg sammála að ég held að kannski sjálfhjálpa bækur og svoleiðis en það alltaf einhver lög sem höfðu maður sér þetta til dæmis líka í jarðarförum það var að velja viss lög sem varu tilengu við sem aðila það var listin sem veitir þessa huggun. En það ekki lög sem eru sótt út í svona dægur menningu frekar heldur en svona hátimbraða list Harðar Ásgeirssonar og félaga? Já, það náttúrulega sem átti sér stað upp á 60 var það að þessi hámenning og lámenning það þurrkaðast út því var snúið við og maður sé til þess eins og það hendur Alice Honnett sem heimspekingur tengd og sonur Habermas og hann hefur skrifað mjög fræga bækur að virðing skiptir máli, ekki bara réttlæti heldur virðing en hann hefur líka skrifað bækur Bob Dylan það sem hún finnst að vera einn af þeim sem tekur mjög vel á samfélagsábyrgðinni en líka erfiðleikum einstaklingsins Bob Dylan og hvernig létu loksins þegar hann fekk Nobelin það láminning eða háminning þú sér þessi skipting háminning, láminning eitthvað það sem akademían getur maður sagt kemur kannski svona bókmenntarlega gagnrýnin á Nobelsvölun Bob Dylan sem ég var náttúrulega alveg upp með og hefur fylgt mér alla tíð
gefur mér mikið, var náttúrulega spurning hvort það séu bókmenntir vegna þess að sko textarnir standa ekki einir sem ljóð. Þetta eru söngtextar. Mér finnst það svona eiginlega eina gáfulega gagnrýnin á að þetta ætti ekki heima þarna. Þá getur maður bara vitnað í Wagner sko sem segir að hann tek ekki í tópilinu í Nei, en ég að segja að hann skrifaði Liberton sín sjálf en hann að segja að þetta verður að vera samandald þess að haldi og svo getur maður líka sagt ok, ljóðveri hafa vissan rytma til þess að ganga upp og það þá tónlist í texta. Það er einmitt munurinn á sko söngteksta og ljóði að ljóðið hefur rytman og stendur undir honum á meðan að söngtekstin þægir svo mikið í tónlistina þegar textin stendur einn eftir þá stendur hann ekki undir sér. Já, vegna þess að hann ekki saman til þess að standa undir, hann hluta af stærra samingi og þá... Þess vegna var Dylan hissa að hann skildi fá þetta. Þess að hann segir ég bara song and dance man. Hvað það að tengja mig við þetta? Ég held að hann líka ekki vilja láta hann nota sig. Nei. Það besta sem að þegar við talum þetta, besta sem Leon Cohen sagði þegar þetta gerðist. Þetta sé eins og að setja skjöld á Everest og segja þessu hæsta fjallið. Þetta breytir engu fyrir Dylan. Nei, en það tók hann ekki sjálfur á móti að nátt að segja á þessu. En það sem ég myndi segja, sko, þá er þessi, sko, skilgreining á listum sem aðskildum fyrirbrigðum, það er mjög umdeilt. Og maður sé til þess hvað er aðal listformi í dag. Það er kvikmyndin, þetta er alveg út allt. Það er mynd, hljóð og texti. Þú nefndir aðeins þarna, það er svona pólitísk saga í þessu, kaldastríðssaga sem tengist abstraktmálverkinu. Og það er þannig ef maður myndi segja hana frá sjónarhóli bandarísku leyniþjónustunnar, þá var það þannig að við þurfum að berjast gegn sterkri stöðu kommunista og sósíalista í Evrópu á eftirstríðsárunum, þar sem þeir hafa komist til valda meðal annars því að þeir stýrðu baráttunni gegn fasismannum og þeir hafa traust síns fólks og þeir hafa náð í gegn mikið að kröfum sósíalísku verkalýðshreyfingar með uppbyggingu félagslegs húsnæðis, almenn heilbrigðisþjónusta, menntun fyrir alla og fleira. Og þeir eru að vinna á meðal annars sem alltaf fylgt sósíalismannum að það er svona endursköpun að því að sósíalismin er hugmyndum að við þurfum að fara inn í nýjan heim og það er ekki nóg bara að fara þangað efnarslega, heldur þurfum við að endur skilgreina stöðu almennings þrælsins í nýjum heimi, hann getur ekki farið með þrælshugmyndina yfir í nýjan heim, þá þurfum við endurskapan og það var gert með hennum svo kallaða sósíalrealisma sem að byggði á því að það varu sóttar sögupersónur sem áður fengu ekki að vera með í sögum. Við þekkjum þetta vel bara í Skandinavíu eins og Pelli Sigurvegari og fleira sem eru stórkostlega sögur þar sem að fólk sem ekki fekk að vera valla aukapersónur í sögu og byggði náttúrulega á kannski svona breiðari listrænni umbyltingu eftir frönsku stjórnarbyltinguna bara brúku Fígarós þegar hetjan er allt í einu alþýðumaður en aðalsmaðurinn er fíbl og þetta byggði á því og með þessari svona stétta átökum að það verður til þessi sósíalrealismi sem að ég bið fólk að hafa í huga að það er ekki svo einfalda mynd sem að leyniþjónusta Bandaríkjanna hefur málað þá listastefnu þar sem er eins og að Stalin hafi raunverulega gefið listamönnum orður hvernig þetta mála, það var alls ekki þannig þetta var breið, öflug listhreyfing sem að byggði á gríðalegum krafti sem að fólst í því að fólk sem áður hafði verið ómark í lífinu gat sagt sína sögu. Við getum vísað til okkar tíma þar sem að alls konar hópar er að fá rödd sem ekki hefðu fengið áður. Þetta var þannig í kannski þriðja veldi. Bandaríska leyniþjónustan horfir á þetta og segir við verðum að drepa þetta helvíti. Þetta getum við ekki látið drottna yfir listalífinu. Hvernig væri að nota þarna abstraktið? Er þetta ekki svona dæmi sem við getum stilt upp á móti sósíalrealismanum? Þetta er einstaklingshyggju-list, þetta sem að segir að hugmynd mínum heiminn sem er inn í hausnum á mér sé það sem að gildir og er laus við alla svona félagslegu tengingu.
getum við ekki gert þessar kallar sem að mála þetta, getum við ekki gert á Ríga og keypt verkin þeirra og kannski getum við að séð listamennina sem eru í Sovjetríkjunum, þeir horfa á það, þeir eru bara að vinna kannski á einhverjum valla kennaralaunum eða búa til stórkostlega list, svo horfa þeir vestur yfir Járntjald og sjá, heyrðu, þeir eru bara milljarðamæringar vinir okkar í vestrinu, eigum við ekki bara að fara að mála eins og þeir. Þetta gæti verið saga. Og þetta sumuleyti ég að setja þetta bara í stílinn til þess að það var svolítið gaman að þessu. En þetta raunveruleg saga líka. Já, ég tek þetta fyrir í bókinni. En það franskur kannandamaður sem skrifaði mjög góða bók þegar New York stal abstraktlistinni og fjallar þessa þróun. Sko, ef við tökum þetta, ég svaraði þessu fyrst aðeins í svona viðra pólitísku samhengi og svo fer ég til Íslands og þá er Kristín sem þarna. Sko, Bandaríkjamenn áttuðu sig á því fyrir heimsstyrjöld að ef þeir ætluðu að standast sem heimsveldi, þeir sáu að lénskerfin og þetta var alltaf glíðna, þetta var að koma nýtt kerfi, að það var ekki nóg að vera hernaðarveldi og efnahagsveldi, maður varð að vera menningarveldi. Og þá farar að dæla pening inn í listir og menningu og stuðla því til þess bara Hollywood, hvernig það verður. Og svo það sem á sér stað náttúrulega fyrir seinni heimsstyrjöld alveg óskaplegur flótti af listamennum sem fara til Ameríku og margir sittist á í New York og það til dæmis eins og að margir Wagner-læri sinna sem fara til Hollywood og hafa áhrif á kvikmyndatónlist og þegar maður hlustar á Wagner núna þá sér maður alltaf bíómyndi fyrir sig, það er þessi arfleith og maður sér þessu ofboðslega menningarströmmur og þetta er geysileg blóðtaka meðal annars fyrir Þýskaland, það er alveg skelfileg og þá allt eins og kannski að verða í Bandaríkjum í dag þegar Trump að rekja fólku út úr háskólanum og fleira, við getum fengið slíka lægð í bandaríska menningu. Ég verð að segja alveg eins og að ég átta mig ekkert á samtíman, ég veit ekki hvort þetta er sábóper eða eitthvað annað. Þetta er mjög svona erfitt að ná áttum í þessu. En þetta er á sér stað og þá verður þetta óbúslega lyftustöng fyrir bandaríska myndlist og svo verður maður átt að segja að París lokast af í öll stríðsárin og þá fær New York þetta vægi, verður svona. Og þá verður myndlistin og menningi mjög sterk. Og manst þetta myndi sem var sýnd Julia and Julia. Það sem hún þessi fræga kona sem bjó til þessa matreiðslubók sem allir nota. Maðurinn hennar vann hjá utanríkisráðuneytinu og var sérfræðingur í tilvistarheimspeki franskri. Og maður að velta sig byttu. Þá var innan CIA og allt þetta, þeir voru að fást við og það sem unnu var að reyna að fá aðila til þess að styðja frelsishugmyndir í staðan fyrir sósíalisma til þess að Berlín féll. Þá byrjuðu Rússarnir náttúrulega að ná sér aðals stjórnendur og svolítið þess að fá menningunum sýrpann. Þetta var menningarstríð, hver leiði menninguna. Og þeir pössuðu sig mjög á að vera ekki að tróða þessu fólk heldur að hafa áhrif á það. Og ég veit ekki hvort að þú manst eftir ameríska bókasafninu í gamla daga. Og fór alltaf að fekk jazzplötur lánar vilja vekk og þeir vildi helst að við stælum dámbýt og allt svolítið og þetta var út allt. Þeir styðja tiltekna list gegn tiltekinni list. Já, ég er að segja hvernig þetta er. Og svo er náttúrulega þegar það kemur upp McCarthy-tíðanbílinn, þá er það eitur í beinum þessara aðila. Þannig að þá verða allar blokkir svo harðar á móti hvor annarri. Þetta er sama sem ásýst að það vantar allt miðjusvæði. Og þeir taka þá yfir
hugsunna, frelsi og einstaklingurinn sem aðalatriði. Á meðan Rússar með frið og samfélag. Og ég nú heyrt að ég þætti að þú sér til þess eins og hægri menn sem töluðu félagslegt réttlæti og eitthvað svoleiðis fyrir 30-40 árum. Þetta orðið útrópaður eins og mestu vinstrimenn í Þýskalandi. Þetta er bara skattalækkanir í dag. Já, þú sér hvað þetta við færst til. Þannig að það var breiður straumur þetta. Þeir leggjast á þetta. En svo, sósíalrealismin var að taka á þessu, en svo fyrir að skoða þessa myndi, ég með mynda Stalin, en svo dæmigerði, það er alveg sillileg mynd. Og þá þetta verður eins og auglýsingaspjöld. Þessar myndir margir hverju góði málara, en þeir verða að segja vissa sög á vissan máta. Og það er samþykkt á þingi kommunistaflokksins held ég 33-4 eitthvað svoleiðis að þetta að vera inntaklista og þá voru til þess að Þorvaldur Skúlason hann var góðir abstraktmálarar eru yfirleitt ofboðslega góðir teiknarar geta teikna og hann Þú þarf að kunna það sem þú hendir. Já, og líka til þess að geta teikna þessa línur. Það verður ekki, maður sér alveg, það er ekki hægt að gera að mála abstrakt og fólk kann ekki að teikna neitt og maður sér það leið. Og hann að mála sem myndi sem hafa svona boðskap. En svo hættir hann því og svo kemur Kristinn, hann vill hafa sósíalrealisman í þessu og láta hann undir það vald. En nú er búið að vera mjög lengi átök frelsi myndlistamannsins. Og þess að tekið fyrst fyrir deilur Jónas frá Hriflu. Jónas frá Hriflu var með mjög skýra lista sín sem var það að lista nátt göfg og lyfta manninum upp. Þetta var Sigurður Nóldur. Og tilgangi í samfélagsupbyggingu. Já, og ég mynd á það. Og lendir í útustöðum og þá svarar Þorvaldur Skúlason sem góður penni honum og bendir á hvernig sagan hefur breyst og þeir lærðu margir í Þýskalandi þekktu stríðið og það sem unnur úr arfleiðsstríðsins og þetta Otto Dix hvernig þið málað þetta hvernig þessi fagra sín hverfur og hann að dregur upp aðra myndalistasögunni listinni víðar en þetta og í uppgjöri við hann þar og þetta gat Kristinn tekið alveg undir en þeir vildu ekki að fara að mála sangat nýri frásögu sem var sósíalrealismi þú þar skrifa eitthvað svona sem að bæta og þá voru með eitthvað formúli frá þeim því neita þeir og þess vegna skrifar Anna Kristinn alveg ömulega grein Anna hún svo með klíaði með hana þegar listin bara blátt strik svo setur hann sig í stellingar eins og hann sé fulltrúi alþýðu hvað alþýðan þarf að vita talar fyrir hann og dælir út fjölda spurninga sem Guðlaugur Skeving og Þorvaldur að svara hvað list sé þetta svo mikill og Guðlaugur Skeving svarar honum en bara hann gera mjög vel ég reykja hann svara fyrir sig ekki alla og bendir á list, framfæriði list hafa aldrei fyllt í að vera mála ykkur að pólitísk temu og vill berjast fyrir frelsi listarinnar og þetta Þorvaldur Skúlason gerir þetta líka en hann þeir gengnir inn í listakirkjuna sem varst að lýsa það þeir eru báðir Þorvaldur álut sig sem vera sósíalista Já, það er nefnilega sem er íslensku abstraktum voru meira og minna sósíalistar. Já, hann lítur á sig sem sósíalistar. Heldur að þeir hafi gert sér grein fyrir því að á bakvið var heimsveldi að raunverulega íta undir það að þessi list yrði frekar ofan á heldur en kannski teikningarnar af verkafólki í Reykjavík sem margir af þeim voru að gera með þeir tilheyrðu einu svona sósíalíska realisma og þannig hann náttúrulega frekar heldur en þess að myndir af Stalin þannig að sósíalrealismin átti sér raunverulega uppsprettu í samfélagslegri deglu. En það var náttúrulega það að byrja með það sósíalrealismin að byrja en svo sérði alveg hvernig það þróast þetta verður eins og áráspjöld frá Norður Kóru þetta er alveg Við getum líka tekið abstrakt myndi frá 1970 og það er ekki mikið eftir
af inntakin í þeim. Já, þetta verður svo kitsig að það sem mest má vera. En það sem, sko, ég myndi, sko, þú ert með sem listamaður að vinna eitthvað, þú ert að gera eitthvað, þú ert að starfa eitthvað og svo áhrifaðsagan allt önnur og hvernig ykkur ætla að nota það. Ég veit það, en sko, ég held að þeir hafi ekki sko, ég sé þetta og þetta ekki eitthvað sem fólk áttaði sig á, þetta fyrst að koma í dagsljósi á 10. áratugnum og svo list að skjölopnast og svo Íslandi er alltaf mjög áberandi að það verið skrifaðar endalausar bækur svona meint áhrif Sovjetsins og íslenska menningu og íslensk samfélag, en það var enginn skrifað áhrifin sem að sko bandaríska kerfið hafði á íslensk listalíf og fleira. Það var ekki verið skrifað hvort að það var bandaríska leyniþjónustan stóð að stofnun almenna bókafélagsins eða studdi það eða neitt. Það skrifað doktorseki, manni hvað Faulkner á Íslandi. Já, og Tuggusaga Faulkners sem Haukur Ingvarsson skrifaði. Þetta kemur fram þar. Það kemur þar. En hún kom bara út í hittifélagi. Já, ég veit það. En vegna þess að, sko, þegar ég bara vinna þessari bók þá rakst ég bara á þetta. En svo líka, ég myndi nú ekki verið hvít sko, Kristíne, sko... Nei, ég er bara að benda á að því að við vitum allt hans sögu. Hvort að okkur við séum meðvituð hitt. En til dæmis eins og það, sko, þeir gáfu út, til dæmis ég held að sé eitthvað tímarit sem gáfu út, sem ekki ennþá koma á tímarit.is. Þannig að þessi menningarströymur sem hefur verið mjög, sko, vinstra megin hefur verið mótandi, sko, og það var eiginlega, sko, blærað út hínu. En ég er ekki að fjalla það í bókinni heldur, sko, vissulega verður og þeir geta tekið undir að þú ert að birta myndir svo orð með í hugunum og ert að reyna að hega samtal við áhorfundan beint, millilega laust, án þess að sé ykkur sem stillir sér þarna upp á milli eins og ykkur prestur sem er að miðla á milli heims og guðs. Það er eins og þá var sósíalrealismi eða þjóðernisstefna, það var alltaf eitthvað kerfi sem átt að ráða því hvað átti mála og skilgreina hvað málan átti að gera, því að búið að hafna og þá skiptið ekki máli hvaðan svo stefna kom. Listin var að vera sjálfstáð, það það sem þið sáu með abstraktmálverkið, en svo náttúrulega eins og með allt svona, það er allir náttúrulega þegar maður er píslavottur, sko, þá hefur maður eiginlega oft dómsvaldið í eigin hendi líka, sko, eftir á, og það er mynd af þeim í Listasögu Íslands, þessi abstrakthópur stendur og þeir voru þá í öllu nefndum og réðu öllu og svoleið og þá kemur Zoom og brýtur þetta upp, þá kemur Karnirvali aftur. Ég ætla samt að staldra þess við, þessa hugmynd sem var sjálfsmynd þessa hóps, að þeir væri að brjóta af sér allar viðjar og að vera sjálfstæðir í sköpusinni. En síðan vitum við það sem hefur komið fram á svona síðar árum, að á bakvið þessi hreyfing var studd af öflum sem að vildu einmitt birta þá mynd, að það væri einstaklingurinn, einstaklingshyggjan, að þar getum við komist að einhverju sannleika, ekki í gegnum félagslega þáttöku okkar. Ég myndi segja... Og þetta upptaktur af einstaklingshyggju, við getum sagt bara nýfrjálshyggjutímana? Já, ég myndi segja þessi hreyfing var að berjast fyrir frelsi og einstaklingum og sjálfræði einstaklingum svoleiðis, hún var löngu til áður en fara að nota hann í þessa átt. Og það er bara með allt sem er gott að rétta, það er reynt að nota því allar áttir. Já, og við vitum ekki alveg hvert þetta hefði leitt án þessar afskipta sem að voru mikil. Já, og það var kaldastríð, það var menningarstríð, sko. Það var það og það er það ennþá, sko, það tekist á, sko, menningin er alltaf vettvangur átaka og ég myndi taka undir, sko, áherslu abstraktlistarinnar, sjálfstæðalistarinnar, vegna þess að sko, við þurfum ekki að hugsa CIA eða eitthvað svo leiðis, heldur við eftir 68 og þá fór aftur frásögn að koma inn
í listaverkið og þá sko frásagan orðin svo mikil nútímalist að maður skilur ofta ekki listaverkið nema að maður sé með sögun á bak við það. Sko þannig að listverkið sjálft fær ekki að njóta sem vegna sko þessara byrði frásögu sem það er með. Já, það fyrir að lesa katalógin og katalógurinn ekkit smáraði, hann bara svona þykkur. Sko. Þetta er orðið bækur sko og miklar og góðar úttæktir. Þess vegna ef við oftar hvar fær maður greinar eftir listfræðingar það er katalógin. Þá erum við komin í listfræðinar vegna. En þá sér þá frásagan sem voru að reyna að hrista af sér 1900 og eru búin að alla aldrinni með þá er hún aftur komið inn. Svo bætist annað við sem sko ég vil lesa bókarna sko hið heilaga og það sem snerti mann óndalega mikið og það sem skiptur og ofsalega máli, það er allt komið yfir í móralin. Það er ofbáslega móralisering líka sem er komin inn í listir og sem gerir þá verk. Sko móralin er alltaf eitthvað tilfallandi. Það er eitthvað sem kemur upp. Og ef maður er að fást við það, þetta er það sem Guðlaugur Skýring sagði, að þá er verkið dautt eftir vikuna. Og meira segja stundur úrelt ef maður er búið með það, en það er eitthvað annan komið upp. Sem er allir lægi. En sko ef maður er með... Við getum ekki lifað að mistarverkunum einu saman. Nei, en nú ert alltaf að binda við tíðaranda og ert ekki að reyna, þekkja þetta bara úr prétikunum. Þú ert með texta sem þú ert að leggja út og í þessum texta er mjög erfið málefni sem það taka á. Tökum til þess dæmis sem hann er Mörtu Maríu. Hún er að stússast þarna og hinn setur við fætur hans og bara allt í lagi. Og svo segir hann þú að hvað er það skipt aðraðin, sko, er þetta ekki algjör kallan bara sem mest má vera og svona. Og þá fer maður að skoða textan betur, nei það stendst ekki. Marta er svo sem rak heimilið og það Lasarus er veikur, þá sendur hún boð eftir Jesú að hann skulle koma og hann kemur ekki og hann kemur 3 dögum og senna þá er hann dáinn og þá fer hún og rifst við hann sko. Þetta er bara eins og glíma Jakobs og svo segir hann sko trúir ekki að ég er uppið sem lífið eitthvað svona jú vegna þess heldur ég að senda eftir þér og hún flytur staðstu játningu sem til er í Nýtestamentinu. Svo þegar maður lesa þess að sögu þá og skoðar hann Mörtu þá er systirina María sem er mjög veiklind hann er með henni í engatíma þetta er húman nefnilega og líka fætur ykkur svo læri hjá hann það var eins og í doktorsnámi hjá sem Marta kemur í tíma í doktorsnámi þar sem einn nefandi er og heimtar að kenna henni hendur hún út úr tíma svo er húmurinn í þessu þá segir það Marta það eru sumir sem er óbærslega sterkir með allt á hreinu og ég þekki fólk svona í kirkjunum sem er óbærslega duglega og ég er ekki að segja nýrandu að segja, það er virkilega með allt á hreinu það er mjög Gerir allt rétt Nei, það er bara með hjarta á réttum stað það er það sem ég á við það er ekki einhver lagmál heldur með hjarta á réttum stað og sinnir hlutum mjög vel svo eru aðrir sem eru veikur bræður og systur sem eru að sinna það fjalla þessi texti og þetta er á vissum sundegina kirkjudásins og maður hægt að leggja út af þessu en þetta er boðskapur sem á alltaf við í staðan verið að hlaupa á eftir einhverju strandað eitthvað skip sko, hend eitthvað rak á landi eitthvað svoleiðis þannig að sérðu ég held að þetta sé líka með listina og þetta er það Skeving var að segja við hann þeir eru alltaf að reyna að finna eitthvað nýtt og skapa eitthvað nýtt og grípa þá kannski til eitthvað úr samtímanum en það er ekki aðrið heldur það sé að reyna að tjá og þá fá verk merkingu. Annars hleypur maður bara frá einu aktualitetun í annað og er aldrei stopp og þetta er þessi og er komin í lúpu. Og ég segja að eins og heyrði ég í fermingapredikun prest leggja út frá Mörtu og Maríu og hann gerði það hannig að Marta kemur sérst inn og sér Maríu við fótskor Jesú og hún segir hérna mæja, pæja, alltaf með nýja gæja og þá segir María Marta, parta, alltaf að kvarta ég verður bara að skjóta þessu Já, þá er þetta sko þetta finnst þér ekki kannski djúp mér finnst þetta svona dæmum
að hlaupa eftir aktualiseringu og þetta fyndið allt í lag. En það sem ég gerði í þessari bók og sem sko eiginlega, hann semur þennan texta sem heitir non-figurative list, sem sé abstrakt list. Og þegar maður fer yfir íslenska listasögu og les það sem ég skrifa, þá þessi texti allt að vera vitni í hann. Og það eru sumir textar sem fá autoritet. Það Ræðans harðar, sem ég líka með hana, og þessi texti. Og það sem ég ger í bókinni ég nota aðferðir sem við notum í að ritskýra ritninguna. Það svolítið hermonalískar aðferðir sem maður notar að túlka texta sem að kennivald. Það gert inn á lögfræði og í guðfræði og það var maður að nota þessar aðferð til að nýta þess að brjóta textan upp og finna hvað þarna bakvið, hver skrifað, vegna hvers, til hvers, inntak og svo framvegis, samtíma að þetta til dæmis þróðkerfi sem við líka nota í heimspekinu og bókmyndum og svo leis og nota það á þennan texta og þá sér maður að texti hann Þorvaldar, þetta svo sniðut, hann birtir því birtingi öðru hefti sem trúaritt sem mótanist ritt og þá það og það að koma aðilar inn á sviðumræðina sem að taka við akademíinu, Sigurður Nordal og Kristni og Laxness og að segja að það aðra rætti til en þið og hann vill vera með þeim og þegar maður les textna þá þetta eins og manifest og þegar maður fer yfir þetta þá fær maður notar þess að þetta á líkst upp heimur sem hann að vitna í og óbáslega gaman að sjá hvað hann var vel lesin til þess og til þess og tökum nútíma heimsmynd og það þegar maður átti að sjá þessu með lít og svo lesa raunsæi, hvað raunsæi það röntgen var að taka röntgenmyndir, atómspringin og allt þetta. Þannig að heimsmyndin sem við áttum að sjá fyrir augunum, hún við sjáum bara part af henni. Og þess vegna á abstraktlistin fulla rétt á þessum Pollack, myndari Pollack sem það bara svo mikið litadýr, þetta eins og horfa inn í kjarnumspringu. Þannig að þannig var ekki skammtafræði raunverulega komin að fullu fram og þannig að þetta var enn frekar í okkar tímum þar sem að lögmál heimsins eru allt önnur heldur við sjáum. Já, og það þetta sem og þá fannst mér allt í lagi þeir eru að tala málverkið fyrir sig en þeir eru endurspegla virkilega þann tíðaranda sem þá til staðar. Þeir eru virkilega tjá veruleikan eins og Má ég pröfa eitt á þér að því að þú kemur innan úr guðfræðinni og skoðar listahreyfinguna og stillir henni svolítið upp sem svona kirkju og sé að sækja í það sem áður tilheyrir kirkjunni, helgimyndir og páfadóm og allt þetta. Bita þess. Heimildamynd sem að Werner Herzog gerir hellamálverkin í Suður-Frakklandi og þar svona persónan í myndinni maður sem var nú alþýðumaður, hafði einhvern veginn komið þarna og orðið svona gæslumaður undir handleiðslu sérfræðings og tekið síðan yfir og séð þessi hellamálverki í ykkur 30 ár. Og hann hefði meðal annars svona mikið til lifað þarna undir jörðinni innan þessa hella og eins og oft hjá Herzog þá svona eiginlega verður myndin til bara með einhverju einu augnabliki eins og hann búið spíði bara eftir að finna þetta einu augnablik og svo allt hitt eiginlega bara aðdragandi að því og þá situr þessi maður þarna yfir hellunum á svona grasi vöxnum haga og hann segir það stundu sagt að við séum hinn vitiborni maður en það nú bara nafngif sem að við höfum gefið okkur. Ég held að við séum hinn auðtrúa maður eða maður sögunar og þá eiginlega hugmyndin svo að allt sem við sjáum og allt sem að gerist það formum við inn í eiginlega sama heim og við höfðum sama huga og við höfðum meðan við vorum þarna inn í hellunum. Og þú dregur upp mynd af kirkjunni sem að missi kannski einhverja fótfestu út í samfélaginu, listin kemur og tekur það upp. Og ég nefndi það náðan við að kannski listin að missa þetta, að hún mitnaði í
geðlæknin sem að talaði í þátíðum svona að við verðum að leita til skáldana og ég nefndi sjálfsjálfarbækurnar og til dæmis þegar ég labba í stórmarkaðnum og kem að hillunum með fæðubótaefnunum þá horfum ég að hér altari. Þessu stilt upp eins og altari, hér eru oblátur í ýmsum formi og hér get ég fengið eitthvað svona frelsun og með þennan mann í huga til dæmis sem að þennan hella málverks húsvörð að auðvitað þetta þannig að það eitthvað svona, það eitthvað form í því hvernig við sjáum heiminn og hvernig við skynjum hvernig þekkingin sem að listi getur fyllt upp í og guðfræðin gat fyllt upp í en ef að þið ekki á staðnum að þá það bara kapitalismin getur alveg fyllt upp í þetta og selt okkur þú lest á pakningarnar og þú getur fara líka bara í mjólkurkjælinn og þá getur þú keypt reisti. Já. Það alveg rétt að taka mikið svona sköpunartemu og ýmislegt í auglýsingum að sér það fólk eignast hlut og þá eins og sem komið í paradís. Það alltaf verið að selja okkur frelsun. Já, frá einhverju. Já, til þessi svo vísakortið þá gæt maður verið allstað, gæt greitt þetta með úr. Það eins og maður sé það almáttur orðin. Þetta bara eins og Jesú til Péturs, kontur, oftast ekki, kontur. Já, ég er með nýja mikrofóni. En sko þetta maður getur þetta færist í þessa taka yfir viss hlutverk til þess að alnálægðin það síminn orðin Guð allstað nálægð, við erum allstað nálægð þessu, alvitund þar á netið og ýmislegt svona sem tekur yfir sér hlutverk en afskræminu. Og ég held til þess eins og... Þannig þegar ég byrti, þú segir alvitund, áttu við að þegar ég byrti mynd, selfie af mér á Facebook, þá renn ég saman við alveg Nei, en maður er á aðgangu öllu. Þetta er Wikipedia, en alveg sama, maður er ekki lengur maður veit ekki eitthvað og fer heim og flettur upp í bók, maður bara slæðir strax inn. Og svo gervigreindin komið líka að setja saman fyrir okkur. Þetta svona þessi almættis árátta mannsins kemur svolítið fram í þessari neyslu. En það sem ég held líka sem hefur átt sér stað og þetta listina vegna þess að hún tapar þessu hlutverki sem ég held að sé svolítið rétt vegna þess að í gamla daga þá leituðu alltaf listamenn að einhverjum fyrst að einhverjum sem myndi fjármagna og starfuðu í hans umboði. Þetta voru bara handverksmenn á vegum einhvers kirkju fyrst að eitthvað svo leiðis. Svo eiginlega eftir siðbót kemur svo hreyfing að þetta fellur í burt og þá verða listamennir að velja sér efni og selja sjálfur. Myndirna minnka og þá fer listamennir sjálfur að skapa ekki eftir pöntun. Þetta voru bara versmiður Þetta virðist vera að breytast. Mástu hvernig hljómsveitirna voru í gamla daga. Þetta voru bönd sem fóru og komið sér sjálf á framfæri. Nú er þetta bara allt að komast í eitthvað farfið sem tekur. Þetta er bara einstakleika núna. Það hefur verið talið saman að fyrir eitthvað 30 árum og þá voru 80% af öllum topplögunum voru hljómsveitir. Nú er það bara 2%, allt hitt eru bara einstaklingar. Já, en það er búið að gera, það er líka þessi kapitalismi sem er brotið niður þess að samkennd svolítið með að gera alla, hvað maður segja, að sjálfstöðum verktökum og athafnis stjóra sjálfs eða hvað getur maður sagt þarna PR fulltrúa sjálfsins og svolítið. Þetta er eiginlega það talar singularisering þetta er ekki samfélag, þetta er allir einir og eru þá skildir eftir þetta er ekki frelsi einstaklingsins heldur þetta er orðið þetta sé hægt að hægraða fólki sem best og þá verður og svo til dæmis það breyst líka áður fyrir ég kláraði kandídatspróf í guðfræði og þá getur sótt embætti og það var bara kandídatspróf sem duði. Núna þegar maður að sjá atvinnuauglýsingar fyrir
þá verður maður eiginlega sérfræðingur í umgangast fólk. Þú veist, þetta er eiginlega hálfgerður súpermann sem maður á að vera til þess að fá stöðu. Maður sér þessar lýsingar og þá er allt komið inn í þetta. Þú ert ekki búið með nám, heldur þú voru alltaf að halda þig við, voru á stöðugt að. Það er aldrei hugsað hvað þú ert búin að gera, heldur hvað ert að fara að gera. Það er aldrei dvalið við neitt. Og þetta er þessi hraði, þetta er Hartmut Rósa sem slóningum, félagsfræðingur talar og þetta er eiginlega hafnæðski þess að alltaf hagvöxtu það var alltaf að vera meira en vegna sem stoppa fyrir niður og þetta finnst mér svolítið vera að koma inn í listina, sjá til þess að nútíðin list þá ég tala það þegar módernismin kemur þá er ekki hvað er þetta að segja heldur hvernig segir það er aðferðin þetta og núna er það meira prósessin hvernig list verður til þú þekkir Miles Davis Bitches Brew hana þá er hann að taka upp ferli við að móta tónlist þeir eru að djamma og svo er hann pródusentur hann klippir þetta saman og býr til eitthvað úr þessu það verður prósessin verður að ferlið er aðalatrið og þá er það þannig að stórfyrirtæki og auglýsingarstofur er að styðja unga listamenn þeir hlaupa frá einu verkefni annað þeir eru að vinna einhverju og þá sér maður alltaf hvernig auglýsingarnar eru orðnar. Það er einhver að hlaupa eitthvað að gera eitthvað og maður veit ekki neitt fyrir hvaða fyrirtækið það er prósess svo kemur bara eitthvað í lokinu á auglýsingunni. Þetta er úr þessari vinnu listamanna. Sjá þá að fara að nota þá markvist og þá til þess að framlega tiltekið. Já, og þá held ég og þegar þetta er orðið ofan á og þú sér þegar til þess hvað er þetta kallað Spotify þegar allir að setja eitthvað inn og þú farið ekki nema að komin í eitthvað rosalega spilin þá er þetta eitthvað 1,5% sem getur lifað af þessu og þá er allt hitt arrænt og þá er fara stýra þessu svo mikið og þegar svo er komið þá fer maður að spyrja hver stýrir og hvað er þá sagt og þá er komið að því það hefur ekkert að segja og þá er komið nákvæmlega sama stað og 1900 þegar frásögurnar sem voru alltaf að mála voru orðnum svo útþynntar, klísukendar að það gengur ekki. Þetta er það sem ég held kannski fáum við bara dataismann núna. Hann kemur, hann er alltaf til staðar. Það var náttúrulega mikið listsköpun í upphafi byltingarinnar í Rússlandi. Já, en það var nú mikill kraftur og margir listamenn sem trúðu því að þarna fengjum við endanlega frelsi til að tjá okkur og það þyrfti aldeilis á listamennum að halda til þess að endurmeta mannin og sjálfsmynd okkar og sjálfskynning. Og afsláttmálverki var það líka en hver draf það allt var það ekki Stalin með sínum sósíalrealisma. Herðu, þú ert hérna merkilegur með 2-falt doktorspróf og svo ertu núna komið meistarapróf í listfræði. Þú spilar þá saxofón? Já. Þú tekur í hann svona það er þannig að í kirkjum hittast þarna eldri borgari eða betri borgari getum við kallað og þá er alltaf einhverja skemmtanir verið þar og þá er ég stundum að spila þar þannig með vinum mínum og hann er með mjög skemmtilega svona gammasögur að sjálfum sér og öðrum og við spilum þá eitthvað, við vorum til dæmis að spila núna síðast Lautur Gunnar Þórðarsson svo tókum við stuðmenn og svona förum í gegnum þetta er svona okkvæðstóla gang svo spilaði stundu við Guðþjónustun bænastundum og svo lesi ég er mikið að spila svo sinn. Herðu, takk fyrir að koma hingað og segja okkur frá þessum að fást við kannski heldur áfram og verður doktor í listfræði. Þakka fyrir vel að taka. Það er komið 2-falt þáttur svo þeim er strýtt á því. Það er ekki auki við það að ég er þetta ekki með alveglega.
Kæra það ekki alltaf gaman að tala við. Alltaf, takk. Þetta eru lokin á Rauðaborðum í kvöld. Ég þakka öllum sem að hafa hingað komið, Birni og Maríu fyrir að taka viðtöl og Petri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út og ykkur þakka ég með sem hafi verið að hlusta og horfa. Minni á að það sem drífur samstöðin áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafi gerst áskrifendur. Það er fólk sem að telur að samstöðin hafi eitthvað gildið í íslensku samfélagi. Ef þú ert enda þeim þá hvet ég til þess að slást í hóp velunara samstöðunar með að gerast áskrifandi. Þá ferðu inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir 2.750 krónum á mánuði sem er grunn áskriftin okkur, þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þú getur fyrir 2.750 krónum á mánuði getur eignast fjölmiðl í félagi með öðrum. En þetta voru gott í bili, góða nótt og svo sjáumst aftur hérna annað kvöld klukkan 8, þá var það sagði fréttir. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.